Komið sælblessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum mánudegi. Það liggur við að maður sé farin að telja niður að þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem eftir 12 daga héðan í frá. Og þátturinn í kvöld hjá okkur mun að nokkur leyti markast af þeim tímamótum líkt og fyrri þættir undanfarið. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Gunnar Smári, nýjasta vendingin í í þessum umræðum okkar Evrópumálin eða ein nýjasta vendingin það æðruleysisbænin sem að sumir reiðir yfir því að hafi verið misnotuð að mati til dæmis prest sem að hér tjá sig á Facebook það að Megi nota hana. Já, megi nota hana. Þetta svona fyrir ykkur sem ekki þekkir til. Þá nýja æðruleysisbænin Guð gefur mér æðruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýt, kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp evru. Þetta rosalega vondur texti. Þetta verður ekki verða. Þetta kannski segir bara sitt farsan sem stödd í. Það sé ykkar bremsur þetta. Þetta svo lélegt. Þetta mjög illa sett saman. Það var ekki viðreisn að biðjast afsökunar á þessu? Jú. Ef að einhver var sár. Jú. En ég sé nú ekki ástæð til þess að vera kvart eitthvað. Nei. Ekki nema að sé vera kvarta yfir bara frekar aumum húmor. Já. Þau hafa verið svolítið óheppin þarna í Evrópuhreyfingunni. Þau hafa farið af stað með nokkrar staðreyndir sem hafa reynst rangar. Verð á mjólkurlítra og tenging sænsku krónunar við evru og eitthvað fleira. Þetta hafa verið svona sem fólk tekur líklega sjálft eða eitthvað. Þetta svona næstuð eins og viðmælendur svo dreift. Og þá kemur í ljós að fólk ekki að fara rétt með. Nei. Gallinn við að hafa ekki ritstýrða dagskrá. Já. Það lendi í svona hreyfing. Hún vill líta út eins og hún sé marghöfða. Þessi ólíkt fólk úr öllum geirum með ólík sjónarmið en kemst að sömu niðurstöðu. Og það líklega löngunin til þess að vera með þannig. En í slíkri herferð þannig að segir fólk alls konar hluti. Sem að mér finnst það svona á mörkunum hvort að hreyfingi beri ábyrgð á að Stína sagði að mjólkin kostaði þetta. Nei, einmitt. En já, jú, kannski, ef þetta dreif þessu í eigin nafni. En við spáðum því minni mig einhvern tímann fyrir sumarfrí, ég og þú, í svona spjalli, ritstjórnarspjalli. Við spáðum því að ágúst yrði ógeðslega leiðinlegu mánuður. Finnst þér að það sé að ganga eftir? Nei, ég veit ekki, það var mikið leiðilegt þarna inni. Ég var svona kíkja aðeins á Facebook og ég það stórir hópar Íslendingar sem bara leiðilegir, ráð ekki við þetta. Fættir leiðilegir? Bara fættir leiðilegir? Þeir ráða bara ekki við þetta. Þeir verður að tala, kannski þeir í lagi að verður að tala bara hvað er í matinn og eitthvað svona. Ég þekki það ekki. En alltaf þetta mál æsir upp í fólki svona frekar leiðilega gottir. Fólk svona hávaðagjant og dómart og yfirlýsingaglatt og svona eins og fólk verður oft á Facebook því það svona einræða út í tómið að en hins vegar ekkert mál að skauta fram í þessu og það margt ágætt í umræðinni inn á milli og við berum enga ábyrgð á einhverju fólki sem leiðilegt á Facebook þannig að ég veit ekki hvort maður eins og ætti að vera að ræða það En ég sé þróun í þessu ferli fyrir svona 2-3 vikum þá var fólk raunverulega að rífast ESB á mínum Facebook þráðum það hætt að nenna það hætt að reyna það og þess að þú ert að taka dæmi þeir sem að reka svona kosningabaráttu ég held að bæði jáararnir og neyjararnir ættu að skipta þessum takt því að þú veist ef þú ætlar að bara gefa meira í og ég held að það sé margir eins og fólki á þínu vegg sem búin að fá nóg af þeirri umræðu hættan er svo að þeir sem að stjórna kosningabaráttunni telja þið að gera meira af því sama þannig að ég held að báðir hóparnir ættu að leita að einhverju skipta aðeins gír Já, hann var að tala hann Eiríkur Bergmann, professor í bylgjufréttum í hádeginu í dag
stjórnmálafræðiprófessor að það væri komin svona populískur bragur á báðar hreyfingarnar. Lofórð út í loftið og fullyrðingar. Það kosti svo byrjar neyjararnir að segja að þetta muni kosta 50 milljarða ári. Já. Og kortir í seinna heimsýnar komið með þetta kosti 100 milljarða. Þannig að ég held að viti allir að það ekkert hæft í þessu. Nei. Þetta bara einhver svona tala sem að fólki finnst þægilegt að segja. Og það einhver tala sem að vitnað til að sko við græðum 800 til 1200 milljarða á ári. Já. Þetta og líka ég gerði einu athugasemd eitthvað á Facebook, ég ekki tekið þátt í þessu sko. Nei. Mér fannst það þegar var að tala 20% lækkun á mataverði og var að vísa til þess að það hefði gerst í öðrum Evrópulöndum. Ég veit ekki sem hvort að það sé rétt. Nei. En við erum náttúrulega gengum inn í efnahagssvæðið. Þannig að langstæðsti hlutin af ávinningi sem gæti leitt til lækkunar á mataverði ætti að hafa komið fram upp úr 94, síðustu öld. Já. Og það ekkert svo mörg dæmi að lönd sem að hafa aðlagað sig að innri markaðnum séu gangin í Evrópusambandið. Það voru reyndar lönd sem að tilheyrðu EES og EFTA, Svíþjóð, Finnland og Austurríki. En þau gengu í Evrópusambandið bara ári eftir. Þannig að ef það hefur leitt til lækkunar á matarverði þar, þá ekki hægt að greina munin á EES og ESB. Þannig að mér finnst það að vera svona frekar, ég bara næ ekki þessari fullyrðingu og á hvaða völdum þetta gerast. Auðvitað mun kjúklingur, egg og svín lekka. En ég held að það sé erfitt að færa rök fyrir því að bara matur almennt lekki. Að þú veist, fólk leyfir sér svona, þú tekur einhvern veginn að það hefði gerst í öðru löndum, það má vera að það hefði verið, en ég ekki vissum að setja flytjað yfir á Íslanda því að við erum náttúrulega í EES. En ef það rétt hjá mér sem að mér finnst ég skynja á mínum einn Facebook-þræði að það hafi ekki neitt upp á sig að fólk sé að rífast frá já og nei hliðinni og að almenningur sé búin að átta sig á því nú þegar og fólk hægt að rífast á mínum þráðum allavega. En þeir sem að rífast mest ekki dættir sko. Nei, örugglega ekki. En það kannski það kannski einmitt þetta sem að sko við vorum að pæla í þegar við vorum að spá í hvernig við myndum hegða okkar dagskrárgerð núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu að við höfum ekki mikið reynt að búa til einhvern debatt á milli ólíkra fylkinga. Við sáum hörmulegan afrakstur slíkra tilraunar í Silfrinu á RÚV fyrir viku og reyndar þá var það svo sögulega vondur þáttur að ég held að sé nú hægt að búa til betri þátt heldur en þann sem var gerður þar. En við höfum bara eins og þú lagðir til fyrir einhverjum vikum, við höfum mest verið í því að leiða bara eina mannesku að rauðaborðinu í einu og svo flökkum við svona á milli. Já. Að ykkur komi og settist og skýri sína afstöðu. Já. Og það gengið ágætlega. Já, ég held að það sé náist svona betri mynd á það hvaða álitamáli eru í gangi. Í gegnum svoleiðis samtal heldur en að vera með einn í áar og einn eyjara sem að hnekkja hvor á annan sko. Já. Og það náttúrulega Silfrið sýndi að það eiginlega ekki boðlegt efni sko. Nei. Sigmundur Davíð var náttúrulega bara hann var eins og óhemja. Já. Og vill einhver vera að hlusta á samtala sem að þú grípur bara linnulaust fram í fyrir næsta manni og einhver getur skotið inn einhver einni setningu og þá hnussar í næsta og það var líka þegar var ekki Sigmundur líka þegar Dagur B. var í svona spjalli? Fyrir sveitstjórnarkosningar? Nei, bara í vor. Það var alltaf sagt sko hann haldið fram að hann var ekkert að marka það sem að Dagur sagði. Það voru eiginlega skilaboðin. En varandi þetta með hvernig þetta þróast. Ég held að veri gáfulegast fyrir bæði jáar og neyjar að koma með svona mildari útgáfu. Þú kannastu söguna því að Hannes Hólmstedt sé alltaf sendur á landi svona 2 vikur fyrir kosningar í Sjálfstæðisflokknum. Af því að svoleiðis menn verða fráhrindandi þegar að vera að líða kosningum. En núna kannski sá hópur sem á eftir að taka ákvörðun
hann að velja sér svona, ég ætla að fara í þessa rútu og þá áttu ekki að hafa Hannes Hólmstein með gjallarhorn í ganginum á rútunni. Þú ert að hafa það svona sé bara þokkalega þægilegt að taka sér fara með þessa rútu, hvort sem að já eða nei. Þannig að ef þetta væri svona miðstýrð kosningabarta, þá held ég að Sigmundur Davíð, Hannes Hólmstein og svo er ábyggilega einhver svona ákafir jáarar þótt að ég mun ekki alveg eftir. Þeir verið kiptur umferð. Já, ég held að. Ég held að væri mjög skynsalegt. Já, ég held að það sé mjög, bara vegna þess að þetta er bara óþolandi, sko. Þú vilt ekki hafa þetta svona heimaður. Nei, þetta er algjörlega óþolandi. Hannes sagði eins og við mig í eldgamla daga að það færi svo illa því að vera reiður í sjónvarpi. Já. Maður ætti alltaf að vera bara, en ég held að það færi líka illa því að vera mjög reiður á Facebook eða í spjallþáttum eða útvarpi. Það er svolítið það að lesendur og áskrifundur samstöðurinnar hafi samband við mig og lýsi áhyggjum af því að þeim finnist neyjararnir búa yfir miklu meira kosningafé og nú skal það tekið fram að ég hef ekki gert neitt samanburð á því hvort það er rétt að neyð auglýsi miklu meira heldur en jáið. En hvað finnst þér þetta að séu í rauninni engin bönd á því? Við rættum þetta aðeins í gæri, ég hefði náttúrulega kannski átt að fletta því upp hvernig þetta er í Bandaríkjunum, en það er einhver leyti allavega gerir fólk að segja hver kostar auglýsinguna. Eða þú veist, á hvers vegum hún er, svona raunverulega. Mér finnst að svona í ljósi þess að eins og Eiríkur er að tala að sé allt orðið populíst, við erum náttúrulega komin inn í stjórnmála umhverfi sem er þannig, sko. Og sem er mjög auðvelt að einhvern veginn að hafa áhrif á með peningum og afli og svo halda báðar fylkingarna fram einhverju sem er bara ránt. En ef þú bara auglýsir það nógu mikið það sem er ránt, þá hefur það áhrif. Þú getur kannski hnikað til kosningunum 1,5% eða 2%. Sem gæti verið það sem skiptir, sem hefur ræður úrslitum. Svo sannlega. Eins og kosningarna með Trump og Brexit. Þetta er svona populískar kosningabaráttur sem að ég held að stjórnvöld alltaf velta þessu fyrir sig, sko, hvort það væri ráð að setja inn auglýsingar að það verða að koma fram í auglýsingum, setja fram í lög, það verða að koma fram í auglýsingum hver borgar. Já, þetta er áhyggjuefni en það er innihaldslýsing á, þú getur ekki keypt sko. Það liggur við þessi innihaldslýsing á eplinu. Það er innihaldslýsing á öll út í búð. Það er ekki bara innihaldslýsing á þessum auglýsingum. Þetta er áhyggjuefni en til að ræða líka það sem að mér finnst að hafi rauninni gengi betur en maður sá endilega fyrir, þá er kannski full ástæða til þess að hrósa því að ég verð ekki mikið var á mínum félagsmiðlum við svona botta lygi. Það er ekki margt sem fer í gegn af kolröngum staðhæfingum sem augljóslega er verið að dæla inn í fíti manns af einhverjum bóaskap. Ég sé ekki mikið af því. En það er eins og mjög mikið af gervigreindar skopteikningum sem er... Já, sem eru allar vondar. Allar vondar. Ég veit eiginlega ekki af hverju fólk gerir þetta. Það hlýtur að sjá þetta hjá öðrum og sjá hvað þetta er vitlaust. Fólk velur kannski bara flottar málsgreinar, góða texta og svo eyðilegur það gjörsamlega vitið í því sem það er að segja með þessum myndum. Þetta er nú getur allir búið til skopmyndir. Það má segja það. Þetta er eins og var í sjálfútgefni ljóðabækurnar þegar það kom, það var gefið út í letri eða letur. Það got allir gefið út í ljóðabækur. Og þá sagði ég einhvern tímann að nú yrkir fólk bara hætti að lesa ljóðin. Og einhver leiti er þetta með skoptekningarnar, að fólk er ekkert að skoða því á öðrum, heldur áfram að búa til sjálft. Þetta er alþýðuvæðing skoptekningarnar. En það getur vel verið að koma eitthvað út úr þessu, að almenningur verði bara almennt mjög færi að nota skoptekningar. Við erum ekki komið þangað. Við erum á einhverjum svona ólgutíma sem þetta er. Það er furðulega lélegt. En ég veit ekki ég hef sagt að þetta sé eiginlega vikan það sem úrslitir ráðist. Ef það kemur svona könnun á föstudaginn þá ætla ég að fara svona aðeins að trúa henni. Það hefur alltaf verið þannig að það getur við með þess að slegið til kannanir sem við gerðar í ágúst svona verið sérlega vitlausar. Og
þótt að það sé ekki kannski mikill munur á til þess Gallup og maskinu. Þetta er eiginlega bara 50-50. Svona allt innan tölfræðilega skekkju. Jáið svona ívið meira. Þá myndum maður vilja sjá eitthvað svona góða könnur með góðri aldursskiptingu sem maður trúir. Það var einhver maskinukönnun sem sýndi það að væri meiri hluti meðal eldsta hópsins við að segja já, ég trúi því ekki að það sé. Það bara passar ekki einhvern veginn. Nei. Þannig að það kæmi svona, þá getur maður að fara bæði að ráða í það hvernig þetta skiptist eftir aldri. Ef að jáið nær meiri hluta með yngra fólki, þá held ég að sé hægt að taka svona 1% stig af þeim. En svo hafum við líka séð það í forsetakosningunum og það var líka mikil sveifla svona síðustu 2 vikur fyrir kosningar í þingkosningunum. Það var til dæmis, eins og ég bent á að miðflokkurinn mældist miklu hærri heldur en uppskar. Og sveiflan sem var í forsetakosningunum, þótt að ég hefði spáð Höllu Sigríði með 2 mánaða fyrirvara eða eitthvað, að þá gerðist þetta bara á síðustu dögunum, sko. Að hún bara flaug fram úr, sko. Og þannig að maður getur alveg séð fyrir sér eitthvað slíka sveiflu af því að segjum þetta eins og með Höllu þá var fólk sem að vildi bara vera á réttum vagni. Þannig ef það kemur eitthvað svona hugmynd að annarkor hópurinn sé að vinna þá er það eitthvað svona 5% kjósenda sem að vilja bara kjósa það sem að vinnur, sko. En svo líka stundu sagt að svona kappræðu augnablik bara kvöldi fyrir kostningar getur ráðið einhverju. Nei, ég held ekki. Það kann svo sem vera að Ríkisútvarpið hyggist vera með einhverja umræðu föstudagskvöldið fyrir kostningarnar en ég á erfitt með að sjá að það verði eitthvað í líkingu við það sem að kappræðu sem við sjáum yfirleitt fyrir svona hefðbundnar kostningar. Ég kíki á föstudaginn 2008 og þá er það fréttir, íþróttir og veður, menningaveturinn, klassikin okkar. Vitjan er einhver framhaldsþáttur og svo Frost Nixon, bíómyndin. Já. Þannig það verður ekki á RÚV allavega. Nei. Mér þannig svolítið lélegt, finnst þér ekki eftir að vera Ég held að hefði átt að reyna eitthvað. Já, mér finnst það. Nema að þau metið það eins og við eru næstu að segja. Það er eiginlega óbærilegt að hlusta á samtal ákafra jáara og ákafra neyra. Það er eiginlega... Já, það má svo segja það kannski líka. Þannig að það gefur sig enginn upp fyrir að vera svona kannski. Nei. Ekki heiðarlega. Það er eitthvað sem er jáari eða neyjari sem þykist vera kannski. Ég hafði nú alltaf hugsað mér að segja já en svo sá ég þetta og ég er bara að fara að hugsa að segja nei. Ég har ekki séð þessar festur. Jú. Og ég held að engi trúi neinu að þessu. En mér finnst bara sko ákafin í neyjurunum almennt miklu meiri og vinnu harka þeirra meiri. Það er bara mín skoðun. Það er auðveldara fyrir þau að fá sitt fólk á kjörstað. Það er það sem ég er að fara að segja. Ég held að jafnvel 55-45 jáinu í hag fyrir kjördag, daginn fyrir kjördag, myndi ekki endilega þýða það að jáið myndi hafa betur. Ég er saman þessu. Já. Ég veit ekki alveg þetta með 55-45, en ég held að jáið sem er eiginlega tvíbent, sko. Það væri til þess að fá jáið á kjörstað. Þá væri betra að neyið væri frá ofan í síðustu konum. Þá ríkur jáið á kjörstað. Já, kannski. Því ef að þið segjum að væri 55-45, að þá eru margir að því að ef við reiknum með að jáara þessu steigari í sinni afstöðu, sem ekki haft svona harðkjarnahópur þar, að þá segir fólk, já, ég er nefnir ekki að mæta þetta hvað sem er komið. Og það er, skiptir máli með unga fólki líka. Þar hefur jáið verið sterkara. Munar eitthvað svona, held ég, 55-57% þar sem þeir eru með. Það er náttúrulega fólk sem skila sér síður á kjörstað. En samt ekki svo mikið. Ég held til dæmis að í síðustu þingkosningu þá jógst kosningaþáttaka með ungra. Þannig að mér finnst að það er svona ívið færri sem að mæta á kjörstað. En ekki þannig að eins og þetta var alltaf sagt Píratana og ég leik mér stundum með að vera með svona aldurs kosningaþáttöku leiðréttatölu og þá munaði kannski svona bara 0,8% sem þetta er. Mér finnst þetta stundum íkt. Það er bara engin ungur mæti, það er ekki þannig, sko.
Nei. Það er kannski 68% á móti 85% í efsta. Þannig að... Já. En þetta finnst mér eftir að koma í ljós. Sumir segja að Kristrún muni beita sér. Heldur það skiptir máli fyrir jáarana? Þorgerður segir búið með sitt erindi. Sé ekki sniðugt að senda hana í öll podcastin. Sko, Kristrún var náttúrulega síðast í hólaræðu sinni á Hólum í Hjaltadal í gær að beita sér. Að loknu ferðalagi Ísland sem ég held að standi ennþá yfir, ég held að sé ekki lokið. Hún er augljóslega að beita sér. Hvort hún gefur eitthvað í, ég átta mig ekki alveg á því, og ég átta mig ekki heldur á því, sko. Jú, að því að persónuvinsældir hennar eru nokkuð miklar að því virðist, þá sennilega gerir hún eitthvað gagn fyrir já-málstæðin. Ég er ekkert endilega vissum að Þorgerður Katrín myndi gera málstæðanum gagn með því að beita sér. Mér finnst bara búið með sitt, sko. Ef ég var að stýra þessu, þá myndi ég setja hana á Varmarbekk. Já, ég er sammála. Því að Kristrún, það liggur við að Kristrún geti leikið það að ég var nú ekkert svo ákveð í því að ganga inn í Evrópusambandið en það hefur ýmislegt breyst og sérstaklega í sumar eitthvað svona getur leikið þetta, sko. Og líka held ég að einhverju ganga á kjörstað og segja, ef ég segi já og við ætlum að sækja aðild og að þau vil sjá allra besta samning sem að hægt að fá. En ég er bara ekkert viss að Þorgerður Katrín og félagar geti náð þeim. Ég held að hún sé bara of áköf til þess að fara þarna inn, að hún mun koma með svona deigan samning. Þess vegna held ég að skipti máli fyrir Kristrún að sýna það að ef það er sagt já, að þá mun umsóknin verða í góðum höndum. Já. Og þetta ég er ekkert að finna beint að Þorgerði Katrín, en hún þarf að vera svo utarlega í jáinu, af því að hún er þar. Já. Og ég held ég veit ekki hvað það er gott erindi inn í þessu vikunar. Því að ef þú ert alveg mjög utarlega í jáinu, þá upplifir fólk að þú munt bara skrifa undir það sem að þeir er rétt og sem er sólít afstaða, vegna þess að við höfum séð að til þess að kringum Úkrænustríðið þá hafa utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar farið okkur að fundi og komið tilbaka með loforðum að kaupa vopn fyrir 300 milljónir eða 400 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Að það er svona, stundum hefur Íslendingar á tilfinningu að það er svo gaman í þessu fólki að vera í hópnum, að það eiginlega kemur ekki með okkar afstöðu sem er það að Íslendingar ætla ekki að kaupa vopn. Það held ég að sé afstæða 75 eða 80% af þjóðinni. En samt koma þau að gera það vegna þess að þeim bara finnst svo gaman að vera í þessum hópi. Þannig að ef þú ákafur í ávisti að þá ertu kannski ekki bestur í að gera samningin. Nei. En það er gaman að segja frá því að ég er að fá skilaboð frá aðstoðarmanni Kristrúnar Frostadóttur sem voru bara poppubrjáttaðan það að ráðuneytið ætlar að gera hvað það getur til þess að Kristrún komi hér að rauðaborðinu áður en við göngum til kosninga. En ef við þá að fara... Kannski ættum við að fá Kristrún og Sigmund Davíð saman? Nei, ég held ekki. Þegar maður hefur séð þau saman, þá hefur Kristrún góðan húmor fyrir Sigmundi. Já, mér alltaf fundist þau öll rosalega góð við Sigmund. Sigmundur Davíð á náttúrulega sínar ágætu hliðar sem hann felur oft þegar myndavélar eru nálgast. Hann er bráðfyndinn maður. Já, og þeim þykir augljóslega vænt hann, en bara þegar kemur að návíi hans við myndavélar og hljóðnema, þá nær hann ekki að beisla það besta í sjálfu sér, sko. Nei, það er á réttur. Hann er ekki fyndinn, sko. Nei. En ef að fara í þáttum þá? Já, ég er með tvö efni ESB. Já. Atli Bollason, listamaður. Hann hefur komið og talað menningu og fleira Já. Hann er sonur Bolla Heiðinssonar sem ég grunum að sé ákafur Evrópusinni. Já. Þannig að ég sá hann eitthvað vera að tjá sig Evrópusambandið. Ég spurði hvort hann væri til að koma í svona viðtal, þar sem að tala við hann, þar sem hann skýrir afstöðu sína. Já. Og ég alltaf ekki svona fertugt sem er miðaldra en er okkur gömla fólkinu hætti til þess að segja þessi ungt. Það er líka ákveðin kostur. Ég ætla sjálfur að taka eitt svona ESB viðtalið sem það getur sagt. Ég fæ að Árna Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvort umhverfismálum Íslendinga væri betur borgið ef við neytum aðildar að ESB. Hann
mat Árna er það að samband Íslendinga við umhverfismál og alþjóðavísu felist aðallega í því að gera sem minnst og fá sem flestar undanþágur og ég held þessi nokkuð til því og svo ætla ég til þess að við verðum ekki bara með dagskrá sem tengist ESB þá endur við þáttinn í kvöld á því að doktor Ingi Agnarsson líffræðingur. Er hann ekki sérfræðingur í Kóngulóm? Jú, sérfræðingur í Kóngulóm. Er hann það sem Kóngulóm er að flækja flugur í net sitt þannig að þetta er lúmst skilabóðin í Evrópuumræðuna? Já, kannski. Hann er nýkominn frá Madagaskar með nemendahópi frá HÍ og þar voru tímamóta uppgötvanir eins og oft er þegar hópur fer til Madagaskar, þetta er algjörlega einstakt svæði og hann ætlar að segja mér frá því og kemur inn á fleira eins og til dæmis bara atgerfisflótta bandarískra fræðimanna frá Trömplandi. Já, frá Trömplandi. Þetta er alveg raumurlegt, þetta kom fram í viðtali sem við áttum við Pál Þórðarsson sem er professor í Sydney. Já. Sydney, já ég held að. Hann sagði að bara eiginlega allir í hans geira og hann er tildulega framarlega í sínum rannsóknum og er með gríðarlega kostnaðarsama rannsóknir sem eru styrtar. Hann sagði mér eiginlega að allir í hans geira væru að reyna að komast í burtu. Svakalegt sko, svakalegt. Þannig að þú ert enga stund að eyðileggja það sem að tók langa tíma að byggja upp. Og ég hitti sjálfur persónulega hóp listamanna helgina, bandarískra, tónlistamanna. Þeir sögðu meira og minna allir sömu söguna, þeir var að reyna bara að komast eitthvað burt. Hugsaðu þér. Fyrir landið, hvernig er komið fyrir því núna? Komast þetta fréttir af svona Hollywood-leikurum sem eru fluttir til Frakklands eða og kannski bara til þess að býða þetta af sér. Það styttir sem stíð að við hefjum leik og það verður væntanlega hún Sólveig Anna Jónsdóttir hjá Eflingu sem að ríður á vaðið en fyrst örfá orð frá þér Gunnar Smári. Já, áhorfendur og áheyrendur náttúrulega breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Við verum bara tveir að tala saman þá er þetta ekki fjölmiðlun en því að þá breytist þetta að fólk sé að hlusta en fólk getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið og við höfum bara byggt upp dreifikerfið af afspurn og við höfum engin efni á að auglýsa og við höfum eiginlega ekki rétt til þessa því að áskrifendur fær okkur fé til þess að búa til dagskrá. Skítblöng og undirmönnustöð. Já, það er bara þannig. Eins og kannski stæðsti hluti fjölmiðlaðir í dag. Jú. En áhorfendur hafa hlustað og breytt þessu fjölmiðlum en þeir hafa líka byggt eiginlega upp dreifikerfið með að segja að við einum á vandamannu hvar með að finna efni okkar og það má finna efni okkar á Facebook á síðu samstöðurinnar, líka á YouTube á síðu samstöðurinnar, það er líka gott aðgengi að eldra efni og eiginlega bottless heat sem hættir að sangja þokkað. Við erum líka í öllum hlaðvarpsveitum bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá Sunnaveru Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð og litlu kaffistúð út á Reykjanestá en þar fyrir utan erum við á spilaranum sem fólk getur hlaðið niður í símanum og hlustað á útvarpssendingar okkar hvað sem það er í heiminum þar sem við leta á hana borð. Mjög þægilegt að nota spilaran. Já. Ég vissi ekki að hann væri til fyrir en að við fórum að nota og ég nota hann töluvert. Og svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni og svo erum við á kabalkerfunum suður með sjó en önnur fjarskiptafyrirtæki hafa ekki sinnt erindi okkar að dreifa samstöð sem mér finnst alveg óskiljanlegt. Þú veist þetta dreifa út sjónvarpsefni og vilt ekki senda út samstöðuna. Ég veit ekki hvað gengur á þarna í Sína, það gengur nú eitthvað á í Sína að vera að skipta umsjónarmanna og sprengisandi. En það sem að knýr samstöðuna líka áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem að telur það og veita, átt að segja á því að svona umræðu vettvangur og fjölmiðl getur ekki orðið til nema með stuðningi almennings. Þetta verður ekki til með því að einhver ríkur kall heldur þessu úti eða auglýsendur hendi inn fyrir. Þetta verður fyrst og fremst til ef almenningur leggur okkur lið. Og ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur á áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósið getur látið áskriftina að renna sér félagsgjöldin í alþjóðfélagið en það er einmitt alþjóðfélagið sem árekur samstöðuna. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Jæja, það styttist í 29. ágúst, 12 dagar til stefnu. Við erum hér við rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kosning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. Ef maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum þá til dæmis skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur, prófessor emeritus í jarðfræði, á Vísi.is þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol háskóla í Bretlandi 1989 til 2008, sem sagt tæp 20 ár, og hún skrifar: þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðili að ESB. Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún. Nú, við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvexti og öllu því, en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem komin hér að rauðaborðinu einu sinni sem oftar og Náttúruverndarsamtökum Íslands. Vertu velkomin, Árni. Takk. Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu. Heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málaflokki hafi fleygt fram til hins betra með aðild? Já, ég held það, sko. Í Svíþjóð, þar sem ég bjó nú í 17 ár, já, og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94. Nei, fyrir umsóknin var hófst þarna 91. Það var Carl Bildt sem að blöskraði afstæða Sjálfstæðisflokksins núna nýlega, sem að stóð fyrir því, og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem það heitir í Svíþjóð, þeir voru alveg á móti aðild, svo þetta myndi hafa slæm áhrif á umhverfismál í Svíþjóð. En þegar að koma næstu kosninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega að, sko, það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert, þetta var miklu betra heldur en að vera utan við. Nú skal ég ekki líkja Íslandi við Svíþjóð, ég er ekki að segja að við getum gert jafn mikið og Svíþjóð getur gert, eða ef til þess kemur Noregur sem hafa mjög stórar utanríkisþjónustur og öflug embættisverk í umhverfismálum og svo framvegis, en
það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóð. Danmörk gekk miklu fyrr, 72. En það var það leyti 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega að hreyfast hjá Evrópusambandinu. Já. Í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að mengun hafi aukist til muna í Bretlandi, ár, strendur, jarðvegur, andrúmsloft vegna aukinna losunar heimilda. Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu þá var breska ríkisstjórnin oft sú sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar kom á ráðherrafundina og vildi ganga lengst í því að draga losun og svo framvegis og að afstæða Evrópusambandsins yrði framsækin. Ég þekki ekki það sem hún þekkir, sko, ég hef ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsæknir. En sko það sem Evrópusambandið áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri. Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 að þessi súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kolabrennslu fyrst og fremst. Þjóðverjar, frakkar, fleiri þjóðir þeir áttu að sjá því að nei, við getum ekki ráðið sig hérna heima, við verðum að ná samkomulagi við öll hinn ríkin. Og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnun lengur í stöðuvatnum í Svíþjóð. Nei, það er náttúrulega ekkert réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki. Nei. Og það er náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum, hún er bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun, ekki satt. Og Evrópusambandið er með þetta mjög þétt á sinni dagskrá en eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman, vilja bara graðka í sig tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo er sagt að við séum bara út úr og allt það. Ég held að Íslendingum almennt þykir góð latína venda umhverfið. Það sem mér finnst verra er að atvinnulífið er miklu tregara. Já, atvinnulífið er mjög tregt. Og það er held ég þess vegna einn ástæðan fyrir því atvinnulífið er svona tregt að bara sækjum aðild og skoða hvað er í boði og svo framvegis er vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem helsi kostnað og telja jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losun jafn mikið og raunin er. Já. Mengunarkvótar eru talaði niður, ETS-kerfið er því bölvað. Já, en við erum ekkert að fara úr ES. Nei. Atkvæðagreiðslan 29. ágúst snýst ekki það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi. Nei. Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu. Já. Fáum kannski einhverjar tilslakanir varðandi flugið, ég veit það ekki. En við verðum stóriðan verður áfram að greiða ETS. Ætli sé ekki líklegra að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að ESB í fluginu heldur en utan. Það er einhvern veginn mín tilfinning sko. Já sko eins og hefur verið undanfarnin misseri þá er Evrópusambandið allt fyrir okkur vilja að gera og síðast ári minni mig hafa verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan milljarð í endurhunda votlendi og að bæta landgæði, getum við sagt. Mjög háð uppað, en þetta er ekkert í fréttum. Nei. Akkur ekki. Ég held að það sem kannski frá mínu sjónarmiði væri mikilvægast er að ef við erum inni
Við erum með 6 þingmenn og við erum með ráðherra í hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum, sínum kollegum eða sínum forsettsráðurum eða þá er málið á dagskrá, ekki satt, bæði hér heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfað með samtökum í Brussel sem heita Clean Arctic, Climate Action Network Europe. Við höfum starfað með European Environmental Bureau. Við höfum starfað með Seas at Risk. Öll þessi samtök sem starfa í Brussel, og ég nefndi hérna nokkur, þau beina kröftum sínum að Evrópuþingmönnum, reyna að finna þá þingmenn hjá Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisverndina og heima fyrir það, segjum Svíþjóð, þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöðu fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skilur mig. Og Svíþjóð er oftast svona Danmörk, Finnland, þetta er oft ríki sem eru framsækin í umhverfismálum og þá er baráttan í Brussel, það er að fá góðu ríkin til að standa saman og koma í veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tékkland, Ítalía, sem hafa dregið lappirnar og ef við eins og staðan í dag þá heyrum við ekkert annir samkomulagi við Evrópusambandi fyrir en það er gert. Nei. Og það er engin umræði en heima, það fer ekkert á samráðsgáttina hvort skilur mig. Þannig að þetta er svona lýðræðisleg hallið, getur maður sagt, sem felst í því að við vitum ekkert hvað ráðamenn er að sýsla í Brussel. Það hefur skánað eins og átt, held að maður sé að Ríkisútvarpið verið með fréttaritari í Brussel núna í 2-3 ár. Og það er þar sem aksjónin þar er samstarfið, þar er átökin og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs af því að vera í EES, en það er engin framtíð í EES heldur. Held ég ekki. Og við hefum miklu meira áhrif þannig. Já. Klemman í þessu er svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að Pólverjar dragi lappirnar í umhverfismálum sem er sannarlega að gera. Minnir mig alltaf á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir Fréttablaðið og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna þá sá ég það að þeir brenndu rusl, bara opinn eldur við hvern bæ eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að brenna rusl og klemman sem ég nefni, hún er svo að oft vegnar ríkjum betur með því að til skamms tíma sinna ekki umhverfismálunum, setja ekki pening í það, ekki íþyngjandi. Hér á Íslandi þá sjáum við að umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum. Við erum með mjög margar stóriður hérna. Það er menga náttúrulega alveg svakalega. Þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá er mengunin náttúrulega sama. Hvað segir við þá sem að segja já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tækjum okkur tak en það bara kostar okkur svo miklu peninga. Það er nú eiginlega ekki hægt að segja neitt við þessu vegna þess að þetta er svo vitlaust.
við getum tekist dæmi sorphirðuna, dælustöðuna hérna í Reykjavík sem að dælu út úrgangi hér frá heimilum og atvinnulífi. Þær eru svona, það eru vallaðir standist evrópskar eða alþjóðlega samþykktir. Þetta er svona það minnsta sem hægt var að gera. Og byrjum við tjón á því? Hvað þetta er? Já, við gerum það náttúrulega, þetta veldur mengun og getur valdið tjóni, já. En Reykjavíkurborg var á þessum tíma, þetta var nú framleitt fjárfest í þessu með svokallum skítaskatti. Þess að það tekið gjald af Reykvíkingum fyrir að byggja þetta. Og Sjálfstæðisflokkurinn kallaði þetta skítaskatt. Þetta var R-listinn. Þetta var svona minimal ráðstöfun og það þarf að bæta úr þessu. En í minni sveitarfélögum út á landi, til dæmis Akureyri, það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes. Já. Búið að vera að hita má lengi. Já, og þetta er bara heilsa almennings. Og heldum borgið sér, heilsa almennings borgið sér. Jú, en við vitum það líka að sá sem er blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundags, hann er bara að lifa á daginn í dag. Já, ef við erum þriðja heimsríki þá getum við hugsað þannig, við erum ekki þriðja heimsríki, við erum eitt af auðustu ríkjum heims. Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu, það hefur eitthvað held ég með fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneiðin og harðræðið og allt það við treystum engu stór hluti þjóðarinnar. Hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðastliðin 30 ár? Segðu mér það. Annars vegar að gera eins lítið hægt og hins vegar að fá undanþágur. Og það er ennþá, eins og þetta með ETS, það er ennþá undanþágan sem er markmið stjórnvalda hér að komast undan því og það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því að flugfélög sem fljúga milli Íslands og Evrópu, þetta er ekki bara fyrir Icelandair, þetta er þá fyrir flugfélög sem að fljúga milli Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka. En samt sem áður, við erum ekki fátæk. Nei, en þetta er nú ekki vænleg lýsing á þjóð, þetta sem þú varst að segja, að við reynum sem mest við megum að gera sem minnst, nema að við aðhöfumst sem mest í því að fá undanþágur. Þetta er svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþágun á sínu tíma frá Kyoto, það var 2001 minni mig. Og þá var miklu til kostað. Embættismenn í rönnum ferðast allar heimsborgir líka við og þú veist, mikil vinna og kannski maður hælaði fyrir þetta var þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregi og svo framvegis. En eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár. Við vorum búin að fá þetta. Ísland fekk auka losun 10% samkvæmt Kyoto. Það var ekki gert neitt í mörg ár. Undanþágan var byggð á hverju aftur rifið aðeins upp fyrir okkur? Hún var byggð á því að losun frá stóriðju, það er að segja koltvísýringur upp að 1,6 milljónum tonna, minni mig að það verið. Eða hvort það var 800 tonna ári í 5 ár, það er þá verið mun meira. Og þá þurfti Ísland ekki að færa það til bókar og byggt á því að þetta væri nýtt hrein orka. Það er ákveður rök í þessu. Hreinleiki orkunar. Já, en eftir þetta að það náðst fram þá var voða lítið gert hér í loftslagsmálum í mörg ár. Svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókuninni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu og þar byrja samstarfið, það er 2012. Ísland er í samfloti með Evrópusambandinu
og þar hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með. Já. Núna eins og atvinnulífið vilja þetta ekki lengur. Nei. Og það hefur mikið áhrifin á þingi. Já. Erum við einhvers staðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB? Já, í loftslagsmálum held ég. Það gengið mjög illa að draga úr losun. Já. Og ég held að það væri, ég held að myndi komast miklu betri strúktur á loftslagsmálinn ef að Ísland væri með í ESB. Já. Ekki svona uppþótt öðru hverju að fá undanþágur frá þessu eða hinu heldur. Bara skýrari reglur. En þá líka aðalatriðið er við að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að vernda umhverfið. Og Evrópusambandið er einn, ég líka að segja vígvöldum, en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin eru ekki með. Nei. Og eftir seinni heimsstyrjöld þá hafa Bandaríkin, sagan er svo einfaldlega að eftir seinni heimsstyrjöld þá gengdu Bandaríkin mjög veigamiklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum umhverfismál. Stundum voru þeir með á fullum krafti eins og í Parísarsamningnum. Þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátt í því að Parísarsamningurinn náðist með því að meðal annars fá Kínverjana með að fá Indónesíu með, fá þriðja heiminn inn í þetta. Þarna glitti í von. Já. Já. En svo kom þessi maður sem er í Hvításhúsinu núna og hann vil allt illt gera í umhverfismálunum. Já. Voldemort umhverfismáluna. Já. Og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem reyndir að gera eitthvað gott, Nei. Hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi? Hefur við bara að fara að aftengja þessi álver og hérna? Ég held að það sem var hægt að ganga hraðast fram er í samgöngum. Bæði með því að auka almenningssamgöngur hér í Reykjavík, rafaða bílaflotan og svo ræðin síðan held ég að sem er ekki mitt, ég þekki ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endurnýjanlegrar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyri ekki undir Ísland en nema litlu leyti en í fiskiskipum það held ég að sé engin spurning að þeir hafa efna því útgerðarmennir og þá er þið minni losun frá fiskiskipum. Man er dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttækilegri fyrir svona auknum þunga í þessari umræðu núna heldur en oft áður með liti til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einhverjum Suður-Evrópu í sumar. Við erum bara að tala að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiklandi helvíti og það er margt sem bendir til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni. Losunar á gróðurhúsalofttegunda, já og nú var mikið talað það bara ég held að 5. hitabelgjan sé að ganga núna yfir í Bretlandi. Já. Og ég held að sé mikið rætt það að þetta svona verði þetta áfram næstu sumur. Já. Ég held að og við með okkar Golfstraum og það Já, það er svo hitt annað mál það getur nú tekið lengri tíma en eiga siður hætta. Já, og Íslands stjórnvöld umhverfisráður hefur eitthvað reynt að hefa þeim málum en hann þýst að gera miklu betur og það er höfum við oft nefnt
Svartolíuna, bruni svartolíu veldur því að sót sest á ís og jökla á norðurslóðum, flýtir hraða bráðnun og ef að svartolíu er alfarið bönnuð, þá myndi það verulega hægja á bráðnunni. Við myndum vinna tíma í baráttunni við loftslagsbreytingar. Og af hverju það er ekki gert, það skil ég ekki. Ísland getur gegnt miklu virkara hlutverki í þeirri baráttu heldur en er. Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins, Árni, að þú og menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar líf að því að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum. Maður heyrir oft frá hinum vægnum sem vil alls ekki að við göngum í ESB að þið séu nú bara svona hafið vanist því að hafa það helviti gott með því að tala um einhvern málstað og þið sjáið sjálf tækifæri í því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og verði bara sömu möppudýrin og allir aðrir. Hvað segirðu við þá sem að ganga upp ára Laugaveginum og saka ykkur um það að innst inni sé það bara ykkar einkahagsmunir en ekki almannahagsmunir sem keyri ykkur áfram vegna þess að það mikil átök það hér í þessu landi, hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði áðan bara graðka í okkur því sem hægt er að gera. Já. Það svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held það hafi örugglega ekki verið vegna þess að ég ætti svo mikla góð laun í vændum eða eitthvað slíkt sko ég held nú að sko málefnalega séð þá held ég að umhverfisverndarsamtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnalegar ástæður fyrir því sem þau eru að gera. Og þau vinna, sko, við erum fámenn og fátæk við Íslandi hvað var það umhverfisverndarsamtök en það er hið sama gildir í Brussel. Þetta er ekki, þau berð saman við bara iðnaðinn í Brussel sem er með mörg hundruð lobbyista þar í bæ og á góðum launum náttúrulega og hafa mikla peninga eins og ég held að enginn vafa því að áfram Ísland þeir sem að segja nei hafi miklu meiri peninga heldur en hinnir. Já, meiri líkur á að vera feitur að þeir tala fyrir sérhagsmunum heldur en almannaheill. Já, ég hugsa það og þannig að sko þetta snýst nú oft það sko að menn séu hræsnarar og ekki heilir í sinni afstöðu. Vistu, ég bara gamall til að taka marka mér finnst svona ekki og þar ekki, ég hef kynnt svo mikið af sko við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko þessi heimur umhverfisverndarsamtaka hann ekki stór. Maður þekkir mjög marga og þetta bara svo Akureyri, þú þekkir alla skilur og það enginn að sko standa í þessu dag og nótt vegna þess að það hafa svo gott líf út því. En þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðir í Brussel og það er ekkert dýrt vínið en hvort að það sé tilgangur það hefast ég sko. Nei, en út frá hagsmunum umhverfisins þú sagði til dæmis áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með 4 Evrópuþingmenn 6, já, ég man aldrei hvað eru margir. Það er lágmarkið. Já, og við erum umræðu og við erum með ráðherra sem fara þarna út og þetta er svona já, það er svona kerfi í þessar upplýsingadreifingu hvað aðrir kostir svona heldur en þessu ég vil bara halda áfram þessari braut segja sko ef að umhverfisráðherra Jón Páll væri að fara til Brussel og díla sko hver væri loftslagsstefna Evrópusambandsins, hvort ætti að stefna enn frekar í samdrætti hvort ætti að styrkja ETS-kerfi enn frekar
þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi setja það kröfu á hann stæði með þeim ríkjum sem lengst vilja ganga og vilja mest leggja til þess að vernda. Og það væri, held ég, svolítið erfitt fyrir hann að segja bara, nei, ég að biðja undanþágar. Ég held að hann verði að sýna einhvern lit. Og það sama á við Evrópuþingmenn frá Íslandi, þeir verða að sýna, allavega ef það eru þingmenn hérna, Evrópuþingmenn sem eru að vinna fyrir, segjum, samfylkinguna sem segist hafa metnað umhverfismálum eða Viðreisn eða einhverja þeirra flokka, það sjónst einhverja aðri fyrir sjálfstæðarflokkin sem en það einhvers síður svo að í Brussel þá þetta ekki svo mikið eftir löndum, þetta flokkar þvers á ríki sem að starfa samkvæmt hugsjónaböndalögum eða það eru jafnaðarmenn, það eru íhaldsmenn og í Evrópu íhaldsmenn oft umhverfisverndarsinnaðir. Sem ekki svona það sem maður finnur hér. Nei, en það þessi kristdemokratíski arfur. Siðferðislega hliðin. Já, og svona, Það rosalega siðferðislega vit í umhverfismálunum sem að lítið rætt hér á landi. Já, held ég mig að segja. Og þeir sem eru virkilega á móti umhverfismálum og umhverfisvernd í Brussel, það eru hægri öfgaflokkarnir. Og þeir bara vilja ekki og þeir benda á að þetta kosti alltaf mikið. Það hefur verið málflutningur við flokksins á Alþingi að þetta kostar mikið. Og það náttúrulega slæmt eins og hefur verið hérna á Alþingi og jára, það aldrei ljóst almennilega hvað þetta kostar. Nei. Það kemur aldrei skýrt fram. Nei. Eða hvað er verið að borga fyrir. Nei. Ég held að Ísland gæti, ég minnist oft ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu, skosk, kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði, ég vil fá Ísland í Evrópusambandið. Við erum með norrænt bandalag, sagði hún, við erum með Skotland, við erum með Norður Þýskaland, við erum með Eystrasaltsríkin, Svíþjóð, Danmörku og þessi ríki hafa oft mjög svipað afstöðu til umhverfismála. Við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu. Og ég held að það myndi gerast á Ísland fari inn. Þannig að þú ætlar að segja já? Já, ég meina. Hvernig heldur þetta að fari? Þetta stendur tæft og skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort það kemur já eða nei? Nei, en ég held betra að segja þó svo að verði nei, þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu. Hvað viljum við gera jákvætt í þeirri samvinnu? Viljum við, höfuð, nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu, það ég held að stærsta sendir á Íslands í Brussel, 13 manns eitthvað líka. Það ekki mikið. Ég man eftir því að það var verið að rífast hvalveiðar við Bandaríkin, það voru 5 starfsmenn íslenska sendiráðan í Washington en 45 í því norska. Þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðu náttúrulega, en við eigum alltaf eftir að leysa þetta samstarf við Evrópusambandið og við getum ekki, ég held að það sé alveg klárt mál að við getum ekki farið inn í eitthvað dollarasamstarf. Ég held að þjóðin vill það alls ekki, Nei. Þannig að hvað viljum við? Og ég held að þegar fram í sækir það vilja Íslendingar,
Íslendingar vilja alveg örugglega vernda umhverfið. Já. Og besti samstarfsaðilinn, kom fram hjá umhverfisráðherra í morgun í morgunvaktinu á Rás 1 að Ísland inni mikið með Noregi og það ágætt, en það væri gott að væri svona víðfeðmara samstarf. Við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Noregi. Nei. Einmitt. Þetta eru spennandi spurningar, Árni. En ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar. Takk. Og við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar, en ekki fara langt, kæru hlustendur. Það nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið og við höfum haft hann háttinn á undanfarið að mest erum við að fá bara einn í einu til þess að koma og spjalla það, hvernig fólk tekur ákvörðun. Ég veit ekki hvort að Atli Bollason, listamaðurinn, sé búinn að taka ákvörðun. Hvað ætlar að gera 29. ágúst? Ég er búinn að taka ákvörðun hvað ég ætla að gera þá, en svo veit ég ekkert hvað ég ger í framhaldinu, sko. Þannig að ég ætla að segja já, 29. ágúst. Það er alveg klart. Vegna þess að ég held við bara séð það á umræðinni sem er búin að spinnast núna, að það er bara svo langt í frá að öll kurl séu komið til grafar í því hvað þetta þýðir eða gæti þýtt fyrir okkur. Þannig að mér finnst svona svolítið vitleysa að ætla að setja stopp núna og sjá ekki hvað svona viðræður gætu leitt í ljós. Já. En þeir sem ætla að segja nei eru líklega hlutið þeirra trúir því að það, ég meina, miðað við hvernig Evrópusambandið að það voru svona meir og minna ljóst hvað er í boði. Einmitt. Og þess vegna segi ég bara nei, segi það. Já, og svo sumir segi, já, þetta er bara vitlaust að vera að setja þetta mál á dagskrá núna, við höfum að vera einbeitt okkur á allt öðrum málum. Einmitt. Þess vegna segi ég nei. Já, einmitt. Sko, ég held að tímasetningin, það má örugglega fara rök fyrir þetta hefði verið betra einhvern tíman eða verði betra einhvern tíman, en það er bara ekki, held ég, endalaust hægt að ýta þessari spurningu á undan sér. Ég held að þetta sé spurning sem við verðum að takast á við fyrr eða síðar, sko, og það er bara, þú veist, bara varðar það hvers konar þjóðfélag við viljum reka hérna, og ég er ekkit eitthvað endilega sérstaklega, ekkit rosalega hallur undir Evrópusambandið endilega, sko. Ég held að það hafi líka beðið bara til dæmis fyrir mig og marga svona sem er einhvern veginn svipað þenkjandi og ég, þá held ég að það hafi beðið nokkra hnekki bara til dæmis í, sko, hvað varðar þarna þjóðamorðið á Gaza. Ég held að það hafi rosalega margir fundið fyrir því hvað þessi stofnun væri mátt lítil, sko. Maður vildi sjá einhvern veginn miklu meira koma þaðan, sem kom ekki. Þannig að það er til dæmis eitt eitthvað sem að hvernig Evrópusambandið hefur beðið svona hnekki hjá mér. En ég held bara, þú veist, hvort það eru gjaldmiðlamál eða samkeppnisumhverfi eða sko þess vegna bara stuðningur, þú veist, fyrir landbúnaðin okkar hérna, þú veist, listalífið hérna. Ég held að sé rosalega margt sem að gæti mögulega komið okkur rosalega vel. Þú sagðir að hvernig samfélag við viljum byggja upp. Já. Hver er munurinn á samfélagi þar sem að við erum inn í Evrópusambandinu og utan þess? Við erum í miklu virkara samtali við þessar nágranna þjóðir okkar og eigum bæði greiðar aðgengi að þeim og þær að okkur og margir náttúrulega mála það dökkum litum. Ráðherraráðinu og leiðtogaráðinu og sömuleit á þinginu.
Já, algjörlega, en líka bara hvað var að markaðin til dæmis, bara innri markað Evrópusambandsins. Ég held að fyrir þetta pingulitla hagkerfi hérna í Ballarhafi, þá getur þetta bara haft umtalsverð áhrif og hvort sem að það heitir, þú veist, matarkarfa eða bara föt eða fararskjótar eða hvað sem ég held að þegar við erum hluti af þessu markaði þá gætu fyrirtæki í Evrópu séð hag sinn í því að leita hingað og það getur líka þá verið viðskiptabankar til dæmis og ég held að það getur bara verið rosalega mikill ávinningur af því fyrir mjög venjulegt fólk en ég meina ef að þú ert hérna einhver smákóngur upp á Íslandi þar sem að þú ræður öllu og ert svolítið bara með þjóðina í rassvasanum skilja þetta geti komið illa við þig. En það náttúrulega svona 50-50 eiginlega, þannig að það ekki helmingurinn af kjósundum ekki smákóngar. Nei, það alveg rétt. Þannig þau taka ekki ákvörðun út frá þeim hagsmunum. Nei, það alveg rétt, en ég ætla nú samt að leyfa mér að halda að það algjörlega augljóst að þeir aðilar hafa sett rosalega mikið undir í þessari umræðu hérna upp á síðkastið og reynt svolítið að þvæla umræðuna og því miður þá held ég að það gangi bara ágætlega hjá þeim og ég held að mjög margir hvers hagsmunum væri jafnvel mögulega og þetta er allt bara mögulega ég veit ekki svörin í neina átt en ég held að hagsmunum margra sem væri mögulega betur borgið í Evrópusambandinu held að sjáu það ekki vegna þess að það hefur gengið svo vel að þyrla upp ríki Já, en það er stundum sagt til þess að sambandi öryggismál ríkja að þau eru alltaf númer 1 þannig að ríki fara aldrei gegn öryggishagsmunum sínum. Kannski afstöðu helmingsþjóðarinnar það að missa raunverulega völd yfir því að bara gera þetta eins og við viljum. Já. Það sé bara of mikið. Það geta aldrei tekið það ákvörðun. Einmitt. Það er alltaf betra. Það er betra að við gerum mistökin sjálf heldur en að við séum rakin í að gera mistök annarra. Já, en þetta samt líkta pínlítið að þessari línu sem að maður hefur svolítið heyrt að þetta sé ekki fullvalda þjóðir inn í Evrópusambandinu og ég held að það sé allt of svona harkaleg afstaða gagnvart þessu sambandi og ég meina þetta er svo sem gömul tugga en það lítur enginn svo á sem að Spánn eða Frakkland eða Þýskaland eða Svíþjóð séu ekki fullvalda ríki. Þau ráða sínum málum að langmestu leyti sjálf en vissulega það innan einhvers ramma og hann settur annar staðar en aftur, ég meina það líka einhver rammi sem heitir EES sem við erum bundin af og þó að það verið miklar úrtöluraddir á sínum tíma þegar ég var nú bara 5, 6, 7 ára þá held ég að það er rosalega fáir hér sem að myndu ekki vilja verið í þeim samningi lengur. Stundum finnst maður reyndar í málflutningi hörðustu andstæðinga umsóknarinnar að þau séu að tala gegn EES. Já. Að þau eru að kvarta bara yfir því sem að tilheyrir EES. Einmitt. En þau ganga alla jafn ekki svo langt að segja það. En Snorri Másson gerði það í þinginu og var þau svona skammaður fyrir það. Já, hann var eiginlega gerður afturreka með það, Þannig að þú veist, það eru augljósir hagsmunir af því og svo eru náttúrulega að segja, við höfum allt sem að við þurfum hérna, innan ramma þess samnings, við þurfum ekki að bæta við og kannski það rétt, en mér finnst miklu skynsamlegri og bara svona, skynsamlegri afstaða að kanna málið og þá er náttúrulega sagt, við erum ekki að því, við erum ekki að kanna málið, en ég meina það er alveg augljóst að við förum ekki inn í Evrópusambandið nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst sérstaklega það og þá bara vilja að það sé upp á borðum og bara einhvern veginn svart á hvítu hvað það þýðir og það er það ekki. Eru til sérlausnir, eru ekki til sérlausnir? Ég veit það ekki. Þú veist, það er ekki hægt að svara því nema að opna á það samtal. Já, það er en varðandi fullveldið að þú segir að Frakkar og Spánverjar ráði sínum málum, en það er ekki alveg þannig. Og þú sér það bara fyrir utan stofnanir þessa ríkja, þá er franski fáninn og Evrópufáninn saman. Já, algjörlega. Þannig að það gerir þetta engin nema líta svo á að hluta til af fullveldi okkar eða sjálfsákvörðun hefur við kosið að hafa inn í Evrópusambandinu. Já. Nei, og ég held að ég meina það er eitthvað til í því. Þannig að þetta er stór ákvörðun Hún er það. Algjörlega, og ég er ekkit vissum hvað ég myndi segja þegar að kemur að kjördegi sambandi sjálft. En Frakkar, Spánverjar, Þjóðverjar, Svíar, þetta eru allt þjóðir sem eru
sammála það að þeirra hag sé betur borgið undir þessari reglíf heldur en ekki og ég samkvæmt því sem ég hef allavega lesið þá hefur það frekar verið þannig að síðan sko ánægjan hefur aukist hjá þjóðum eftir að þeir ganga inn í sambandi. Það kannski efasemdir í upphafi en það eykst frekar en hitt eftir því sem frá líður. Það á líka við þá sem að tók ákvörðun að fara ekki inn eins og í Noregi. Það er aðeins búið að aukast, ég held að það fara nálgast 40% sem að myndu vilja ganga inn. Já. En yfirleitt hefur það bara hangið í undir 30%. Já, einmitt. Og þannig að það er sama hvað ákvörðu fólk tekur, eða þjóðir, að það er allir ánægð með sín ákvörðun, nema Bretar. nema Bretar. Já, einmitt. Og svo, ég meina, sko, Bretar gengu út úr sambandinu og þetta var það helvitis vesen, ég meina, og það er ennþá mjög mikið vesen, en það er líka svolítið skrítið sko að tala þetta, auðvitað er þetta risastór ákvörðun og ég er ekki að segja að það sé síðan eitthvað auðvelt að ganga út úr þessu sambandi en það er ekki ómögulegt og það við eigum nú þegar dæmi sem að sýnir það þannig að sko þetta tal framsal fullveldisins minnst þetta bara vera svolítið mikið dramatík í þessu tali og þú veist, þegar ég er á ferðalagi í Evrópu og þegar ég sé þetta sem þú lýsir, það sem er búið að flagga sko þjóðafánanum og Evrópufánanum hlið við hlið ég sko mér finnst þetta alltaf svolítið fallegt. Mér finnst þetta svona tala til einhvers svona bræðralags eða einhvers svona skilnings, einhvers svona gagnkvæms skilnings á milli sko ólíkra þjóða sem eru búa við bara, styrir með allt með ólíkar auðlindir, öðruvísi fólk, öðruvísi kúltúr en einhvern veginn saminast undir þessi reglu. Mér finnst þetta svona smá fallegt, satt að segja. Það er svona eitthvað svona Evrópuhugsjón sem að var kannski meira áberandi á síðustu öld. Já. Það er svona undanföllum árum að þá finnst mér Evrópusambandi vera bara það er komið í svona hernaðarham en hugsjónin átti að vera svo að hún myndi leiða til fríðar. Já, einmitt. Í frjálsum samskiptum fólks. Einmitt. En núna hjálpar að Úkraínustríðinu eru allir komnir í einhvern hernað. Það sem að rekur áfram innri markaðin eru fyrst og fremst hagsmunir stórfyrirtækja. Einmitt. Ekki almenning, þótt að sé einhvern neytendavendanda, að þá er eiginlega hugmyndið svo að auðvaldi fái bara heyrðið allt saman, en svo verður við varið með einhverjum reglugerðum til þess að verja neytendunar. Einmitt. Það er ekki þannig eins og við vorum með allan orkufyrirtækinu voru í félagslegri eigu og það var svona öryggi okkar. Einmitt. En eftir að við tengdumst Evrópusambandinu þá hefur verið að stokka þessi fyrirtæki upp af því þá að ná öllum hagsmununum í einhverjum svona frjálsum viðskiptum og við erum komið með einhverja milliliði sem er að selja einhver rafmagn og aukast í bara einhverju fáránlegum óþarfa. Nei, algjörlega og ég er alveg sammála þessu. Þetta er óslega gott dæmi svona hvað maður segir, þetta svona stórkapitalíska rugl sem að þrífst líka innan vébanda Evrópusambandsins en sko ég er samt raunverulega þeirra skoðunar að þú veist, einmitt, ég held að neytendaverndin sem er stundu þarna, ég held að hún skiptir svolítið miklu máli og við búum hvort sem er, eins og ég sagði við höfum fengið hann í gegnum EES en við búum samt við svo mikið sko þetta smákóngasystem sem er í gangi hérna á Íslandi þú veist, jú, tölunar eru allt í lagi, skilur, í Excel-skjölunum inn í fjármálaráðuneyti og inn í forsætisráðuneyti en ég held bara venjulegt fólk bara eins og, þú veist, ég og þú veist, okkur líður ekki endilega eins og við höfum það jafn gott og tölurnar sína og það er rosalega dýrt að búa hérna og þessi gjaldeyrir sem við notum. Það er erfitt að vera fátækur í Íslandi. Það er mjög erfitt. Þegar matur er ódýrari og húsnæðiskostnaður er kannski aðeins lægri og maður getur kannski flutt sig aðeins til. Já. Ég held að þú getur það valla í Íslandi. Það er alveg rétt og maður þekkir. Það er húsnæðisekla í Búðardal. Sko. Ég er í listum til dæmis og bara margir af mínum kollegum, skulum við segja, þú veist, þeir hafa bara leitað til Evrópu nákvæmlega þessar ástæðu. Það er miklu auðveldara að vera fátækur víða í Evrópu. Berlínar og svo til Lissabon eða eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Það er að vera vinsalega báðar þessar. En nákvæmlega þess að segja, það er mjög erfitt að vera fátækur í Íslandi og þar spilar inn í, þú veist, ég held að gjaldeyririnn, hann er ekki að hjálpa okkur og fákeppnisumhverfið sem hérna ríkir, það er rosalega erfitt. Það er rosalega auðvelt að fleita rjóman endalaust einhvern veginn ofan af þjónustunni og það eru vinnandi fólk, bara venjulegt fólk sem það er að borga fyrir það og ég eigi raunverulega einhver tækifæri í því að það sé eitthvað hægt að brjóta þetta eins og baka aftur
fer síðan þá bara hagnaðurinn úr landi, já, kannski, en ég meina fyrir venjulegt fólk, þá kannski getum við haft það pínlítið betra. En af hverju heldur að Evrópusambandið sé hluti af því að gera Íslands samfélag bærilegra? Ég ferðaðist upp eftir vesturströnd Noregs, nokkur eftir hrun og áttaði mig á því að maður rekst til alls þar á Íslendinga, þannig ég byrjaði að segja svona á Facebook að ég var að koma í bæinn og þannig að fór bara næstu í kerfisbundið að ræða við Íslendinga. Og það var stærstu hluta fólk sem hafði flúið Ísland af efnahagslegum ástæðum eftir hrun. Já. Og það var eiginlega einkenni allra þessar samtala þegar við vorum búin að tala í smástund og svona fólkið byrjaði að treysta manni. Já. Þá kom eiginlega alltaf sama sagan sem var það að þegar ég var búin að vera hérna í Noregi í 3 mánuði, þá var allt innu rannu fyrir mig ljós hvaða djöfusins basl það að vera að búa á Íslandi. Það sem að maður bara alltaf að hamast og uppsker ánskotan ekki neitt. En Noregur ekki Evrópusambandið. Nei, einmitt, algjörlega. Þeir kusu að hafa sitt samfélag mannvænlegra, barnvænlegra, auðveldra að vera með fjölskyldur, auðveldra að vera með, ég talaði við fólk sem að vera með fjölfallað barn og bara viðmótið það á Íslandi þarftu eiginlega að hlaupa á milli allra stofnana til þess að fá okkur aðstoð. Þú rekur allt saman sjálfur, en í Noregi þá mæti fólk til þín og skráir það sem þarf að gera og þú eiginlega bara séð þetta. Já, bara séð þig, já. Ekki eins og að þeir sem að veita þjónustuna ætli helst að losna við að veita. Einmitt. Nei, ég held að það ekki eina leiðin til þess að bæta okkar samfélag, að fara í Evrópusambandið. En það er ein möguleg leið. Þetta búið að vera, við erum búin að gera hérna svona tilraun verða í 80 ár og það basl, það getur verið bara böla basl að búa hérna, það yndislegt að búa hérna, en það líka basl og maður einhvern veginn, fólk að berjast í bökkum og það bara erfitt og það lýjandi og það til leiðir sem eru meira lokal til þess að lagfæra það. Og það mun ekkert lagfærast nema við tökum ákvarðanir lokal. Það ekki þannig að Evrópusambandið komi hérna og þið verðið að hugsa betur fjölskyldufólki, þeir segja það ekki. Þeir segja að þú væri ríkisstjórn og ætlar að fara að byggja félagslegt húsnæðiskerfi. Það má vel vera að Evrópusambandið mæti og að þú setja að brjóta samkynslokk. Og takk fyrir það. Já, þú setja að brjóta samkynslokk. Það má vel vera. En ég einhvern veginn á ekki, ég veit það ekki fyrir víst. Og mér hefur ekki virst á þessari umræðu sem búin að geisa hérna síðustu mánuði að það sé neitt sem geti svarað þessu spurningum með óyggjandi hætti. Þannig að mér finnst bara svolítið, þetta ein leið sem væri mögulega fær til þess að bæta það sem við þurfum að bæta hér á landi. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel að bæta bara svona hag vinnandi fólks og það alltaf að tala um, kaupmáttur hafa aukið svo mikið og ég finn það ekki. Ég finn það ekki í butunni á mér. Mín laun hafa bara mín sem eru við lágmarkslaun, þau hafa bara staðið í stað svo árum skiptir, En leiðu þú ferð út í búð og þá bætist bara alltaf við. Þá bætist bara alltaf við. Þannig að það er bara alltaf, kona mín segir, þú opnar ekki dyrna fyrir minna en 15 áskall, Þannig að þetta ekki eina leiðin auðvitað til þess að laga það sem þarf að laga hér. En ég held að það séu möguleikar þarna og ég held að væri rosalega skrítið að ætla núna að loka augunum fyrir þeir möguleikum áður þeir birtast okkur. Og til dæmis, ég búin að hugsa þetta sérstaklega með bændur, því það bara búið að gefa svolítið út einhverja flokkslínu þar þeir vilja alls ekki. Það var bara búnaðarþing, ég hefast ekki að forustan að endurspegla meira og minna afstöðu bænda. Nei, ég held að það sé alveg rétt, en ég held að það sé rosalega svona þröngt sjónarhorn, bara út af því að Evrópusambandið gengur bara rosalega stórum hluta út á landbúnað og hvernig dílum við landbúnað og landbúnaðarstefnan, ég held að þetta sé 30% af fjárlögum sambandsins í heild og bændur á Íslandi, þeir eru að berjast í bökkum, það mjög erfitt að vera bóndi hér, það engin nýliðun í sér stétt og ég gerði nú bara einhverja svona mjög skamma, einhverja mjög einfalda útreikninga og þeir leiddu það í ljós, þessi rassvasa útreikningar að þeir fengi nú ekki minna styrkfé út úr Evrópusambandinu heldur þeir fá út úr íslenska ríkinu eins og þeim betur borgið í Evrópusambandinu? Ég veit það ekki. En minnst rosalega skrítið að ætla að segja það núna, löngu áður en maður sér nákvæmlega hvað það þýðir, segja bara nei. Ég hef ekki einu svona áhuga á að skoða þetta. Þetta bara, maður bara hlýtur að vilja, ef mann býðst að gera eitthvað, þannig allavega hef ég lifað mínu lífi,
þá bara kanna ég hvort ég betur settur að því loknu og ef að svarið nei, þá bara svarið nei. En ég heyri sko þá bændur sem eru að hlusta á okkur rísa upp hárin á þeim að einhver listamaður 101 til þess að betur geta metið sko hagsmuni bænda heldur en búnaðarþing og milliþingarnefndin og allt það. En það til dæmis bara í og nú ég bara að hafa eitthvað eftir sem að ég las hjá konu sem var búin að stúdera þessa skýrslu og bara sérfræðingur í þessum málum. Og hún heiti Steinunn Halldórsdóttir og hún var bara að segja, það bara rosalega margt sem skautað yfir í þessari skýrslu sem bara ekki tekið til greina eða samtökin gefa sér að við hefðum ekki aðgang að sjóðum sem að við ættum hæglega að geta haft aðgang að. Þannig að sko manni virðist eins og að þetta hafi kannski bara ekki verið það var bara svolítið búið að fyrirfram gefa sér niðurstöðuna og það bara það sem að ég held, ef þú segir nei þá ertu búin að fyrirfram gefa þér niðurstöðuna, ef þú segir já þá ertu bara að segja, hei, skoðum þetta betur og svo ef mann líst ekki á það það má vel vera að ég segi ef það verður já núna, þá finnst mér bara alveg jafn líklegt að ég segi nei sko í kosningunni sem á eftir kemur. Það komið mér svolítið óvart þegar skoðanakannanir brotnað niður. Það sem ræður helst afstöðu fólks fylgi við flokka. Og það bara þeir sem að styðja ríkisstjórnarflokkana þrjá, að það 85-15 og það öfugt 85-15 í hinu. Stjórnarandstöðunni, já. Mér finnst það rosalega skrítið líka, sko. Þá velta fyrir mig, sko, út frá hvaða forsendum fólk að taka ákvarðanir. Ég held að við getum farið til Noregs og svona, þá systurflokkur Sjálfstæðisflokksins vill gangi í Evrópusambandið og þá bara einhvern veginn allt aðra línur í gangi. Algjörlega. Og mér hefur þótt að rosalega skrítið einmitt, skoðandi þess að kannanir líka, sko, Sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég skil sjálfstæðisstefnuna, þó hún heiti þetta, þú veist, þá þetta bara fyrst og fremst stefna sem að, hún gengur út á frelsi og eitthvað svona, en ég menn, þetta bara svona hefðbundin kapitalismi, eins og við þekkjum, og eins og þá þetta samband, ég menna, varðhundur þeirra stefna miklu leyti, þannig að mér finnst merkilegt að sjálfstæðismenn vil ekki frekar kjósa þetta, þetta var líka á dagskrá hjá sjálfstæðisflokknum fyrir ekki talöngu síðan, 10-15 árum síðan og bara með hvernig svona sjálfstæðismenn sem ég þekki eru þengjandi, þá hefði ég haldið að þeir vildu skoða þetta. Já, hvað það þá sem að veldur því að ungi sósíalistar voru með fund og þá sagði borgarfulltrúðir að það var ekki hægt að koma á sósíalisma inn í Evrópusambandinu. Einmitt. Og við heyrið alveg í málflutningi Sólveigar Önnu sem að lýsir Evrópusambandinu sem bara kapilísku, bara dómkirkja kapitalismar. Já. En kapitalistarnar í Íslandi, þeir líta á þetta sem ég að velta fyrir hvað veldur þessu, því það eins og að sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tökur ákvarðanir, sem ekki alveg á yfirborðinu. Einmitt. Og að því að þú nefnir þessi svo bændur, að kannski greiningin á kerfinu og möguleikum okkar, þarna með 60 aðra breytagráðuna, líklega getum við haft sama system og finnar og svíjar. Já. Þannig að við getum fáum styrkina frá Evrópusambandinu, þannig getum auk þess verið með styrki við viljum. Já. Að fólk getur hort á sömu blaðsíðuna. En svo tekur einn ákvörðun einmitt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið og hinn segir einmitt þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið og þetta það sem ég eiginlega að fara hættur að skilja. Það eins og sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun sem ekki alveg á yfirborðinu. Nei, þetta eitthvað svona sjálfsmyndarmál sko. Og það virðist En við kunnum ekki að tala það. Nei, við kunnum ekki að tala það, en það virðist einhvern veginn eins og þú segir. Þetta rosalega þetta bundið þessum flokkum og þú veist, það oft verið að tala um hvað sko flokkakerfið í erfitt uppdráttar en það samt virðist svolítið vera að þegar að flokkurinn þinn leggur línuna og bara svolítið eldir hana og treystir fórustunni og það í sjálfu sér ótrúlega merkilegt og þú veist, í þessum silfur þætti hann daginn það sem að Guðrún gekk svo á Ingu sko að gefa upp afstöðu sína sem að hún neitaði að gera þetta var svolítið bara áhugavert hvernig Guðrún gekk á hana henni bara frjálst að segja það sem hún þarf ekkert að gefa það upp ég alveg sammála því að sem formaður stjórnmála afls þá sé það allt í lagi en þarna var kannski svolítið Inga sko að vinna á móti þessu nána sambandi sjálfsmyndar og flokks og segja, þú veist, mínir flokksmenn þeir eru bara einstaklingar sem að taka
ákvarðanir á algjörlega eigin forsendum og ég ætla ekki að fara að segja þeim hvað þeir eiga að kjósa sem hún væri þá að gera óbeint með því að lýsa því yfir sjálf. Þú sér þetta sami í verkefnishreyfingunni að ég nefndi Sólveigu Önnu sem var nú hérna í þættinum að hún mjög einarða afstöðu að segja nei en Halla Gunnarsdóttir var hérna hjá okkur fyrir viku, rúmri viku og hún vildi ekki gefa upp sitt vegna þess að félagsmenn í VR væru með allar skoðanir. Já, einmitt. Þannig að það svona hvernig fólk lítur á það sem hvað leiðtogin eigi að gera. Já, einmitt. Það einhvern veginn ólíkt. Algjörlega. En þetta rosalega skrítið sem þú segir að sjá þetta hérna hvernig Sólveig Anna og Halldór Benjamín eru saman í liði hvernig hérna ysta vinstrið og mestu kapitalistarnir eru einhvern veginn sammála þetta og það við erum að sjá eitthvað nýtt þar þar erum að sjá nýjar átakalínur Kannski þetta bara þjóðveldishyggja og alþjóðahyggja. Þetta náttúrulega mjög mikið. Og það getur verið bara innbyggt inn í þín lífsafstöðu hvort þú ert þjóðveldismegin eða ekki. Og ég held að því miður náttúrulega, þú veist, það þjóðveldishyggja, henni hefur vaxið mjög fiskurum hérna bara síðustu 5 ár í rauninni, 10 ár og ég held að mjög margir nei-sinnar eru hreinlega á svolítið svona hvað maður segja, ekki fallegum forsendum á svolítið bara svona... Nú, þjóðveldishyggja ekki falleg? Ekki þegar hún hallar sér í átt að kynþáttahyggju. Þetta sterkasta pólitíska aflið, þetta setur mestan svip á stjórnmál bara á þessari öld. Já, ég myndi fara alveg... Já, og síðustu öld, ef það væri farið. Já, í miðja síðustu öldina. Þeir sem eru að tala fyrir svona alþjóðavæðing og svona, það heyrist ekkert mikið í þeim, Það ég held að sé erfið að selja jákvæða hugmyndum og mér segja jáararnir ekkert að því. Nei, það alveg rétt. Þeir eru ekkert að tala að heimur verði betri því meiri samskipti sem við eigum aðra þjóðir. En ég held að til dæmis í minni persónulega afstöðu, þá held ég að það spila alveg þátt. Ég held að ég sé alþjóða sinni og kannski þetta sem ég var að lýsa á hann með fánana 2 hlið við hlið blaktandi við þinghúsin í þessum fallegt en öðru finnst það andstyggilegt. Já, en mér finnst það svo fallegt af því að það samtímis alþjóðahyggja og einhvers konar bara þjóðarstolt getum við sagt og ég meina það enginn sem að þú veist, þetta eru sjálfstæða þjóðir með einn kúltúr og Evrópusambandið mín persónulega reynsla af því, fyrir utan náttúrulega bara að vera ferðamaður ég hef unnið rosalega mikið í menningargeiranum og listræn verkefni og hátíðum og viðburði og slíkt og þar í öllum peningum Evrópusambandsins sem eru eyrnamerktir verkefnum af þessum toga þar bara mikið lagt upp úr því að það sé verið að rækta alls konar þjóðar einkenni til dæmis, þannig að þetta svolítið eins og með bændurna, ég held að einhverju leyti til dæmis, ég held að íslenskan ég held að sjóðir íslenskunar sem eitthvað svona sem færi til verndar henni, ég held að þeir væru feitari innan Evrópusambandsins heldur en þeir eru í dag. Ég er alveg samanlega, ég held að við myndum fá hlutfastlega miklu meira út úr alls konar svona sjóðum. Algjörlega. Sjóðverarnir og frakkarnir sem eru á þessu fundum að þeir vilja henda einhverju í litlu kallana. Já, einmitt. Og þannig að þeir fá hlutfastlega alltaf meira litlu kallanir. Þannig ég held til dæmis við myndum miklu meira af þýðingum, bókmyndaþýðingum. Ég held að það sé bara svona mjög einfalt dæmi þar sem að bara evrópskar bókmyndir myndu vilja sækja hingað eða vera sýnilegar hér og þá fáum við að þýða það á íslenska tungu. Ég held að íslensk kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð myndi, það eiginlega bara, það ekki gott ástand þar, bara alls ekki, það bara að kóðna niður að miklu leyti. Við myndum fá aðgáka miklu dýrari sjóðum þar líka og það væri bara ítt undir það og ég held að það sé, það er alltaf verið, það er einhvern veginn orðræðinni svolítið þannig að Brussel sé einhvern veginn að steypa alla í sama mót en það allavega að minni reynslu, það ekki þannig. Það bara, það verið að reyna að rækta þessar þjóðir. Það er svona tilneying eða ekki alltaf þegar verið að úthluta að listin aðlaga sig að því. En það er engin list á Íslandi sem að fyrir á flug nema svo sem að Evrópusambandið. Þið verður allir konir á beit í Evrópusambandið ef ég á að tala eins og neyjari. Ekki það eftir svona verð. Nei, en ég held að það sé bara einmitt, hérna held ég aftur að þarna sé verið að skrúa upp einhverja dramatík einhverja svona monda gráa bjúrókrata í Brussel en það bara miklu frekar verið að reyna að rækta þessar þjóðir og
vernda þær fyrir það sem við getum kallað neikvæð áhrif alþjóðakerfisins. Þú veist, þetta hef ég, í þessu til dæmis, hef ég rosalega mikla trú á Evrópusambandinu. Þú veist, ég held að á Bretlandseyjum, þú veist, það velska og keltneska og svona. Þetta eru sko hluti sem þetta voru eiginlega næstu því útdauð mál og síðustu aldamót, þú veist, það var ekki, þú sást hvergi sko skilti á 2 málum. En núna þetta einhvern veginn, það miklu meiri vitund að ef að við pössum ekki upp á því smáa, þá máist það algjörlega út og það meðvitund innan Evrópusambandsins það og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt sko. Þannig að ég held að Evrópusambandið sé, þú veist, þversagnakennd stofnun. Þetta þessi stóra kapitalíska alþjóðastofnun en hún og mér meðvituð það að hún samt ríkja samband og að í einhverjum skilningi eru þessi ríki jöfn þó að þetta leggi þau misjafnlega mikið til. En ert þú ekki að vitna í það sem Evrópusambandið vildi verða á kannski svona sérstaka tíma frá falli Sovétríkjanna til hrunsins 2008? Það sem var svona þessi hugmyndu friðarbandalag og íta undir hins smá og eitthvað. Evrópusambandið meira og minna orðið sko efnahagslega við að venda fyrirtækin eins og í svona engavæðingar áform þeirra og svo komið svona hernaðavæðing inn í Evrópu. Þannig að Evrópa ekkert af sérlega góður í stefnu. Og við sem neyjarar sumir, sérstaklega vinstramenn, nota líka að það bara hægt að benda á aðförlegt tjáningafrelsi. Að það fólk svipt bankakortinu sínu og fleira ef það þykir ógna einhverju í Evrópusambandinu. Já, nú bara þekki ég ekki til, sko, ég þekki ekki til þessar dæma, en ég myndi nú halda, þú veist allavega eins og ég sé það. Ég bara að spyrja að Evrópa sé bara á ekki góður leið og það sem að mun gerast í framhaldinu bara mögulega verður flokkar eins og Alternative for Deutschland með völdin í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi. Algjörlega. Ætlar að fara inn í þann klúbb. Þetta eru mjög svona, ég held að þetta er svona áhyggjur sem ég tengi svolítið mikið við. Þú veist, hvað gerist ef að þjóðernispopulismin í Evrópu svona fær virkilega vind í seglinn og bara kemst í áhrifastuður, einmitt. Auðvitað skilja það sér inn í Evrópusambandið, en ég held að eins og staðan í dag, þá held ég að Evrópusambandið sé rosalega öflugur buffer gegn þessum hreyfingum að því að þrátt fyrir allt, sko, ég þekki ekki þetta dæmi sem þú varst að grípa til hann aðan, en minn skilningur á Evrópusambandinu að það sé einmitt þvert á móti, sko, virkilega að reyna að standa vörð þessi bara svona sem okkur fannst vera algjör grundvallarréttindi aldamót á þessu skeiði sem þú ert að lýsa á hann tjáningafrelsi og annars slíkt trúfrelsi, svoleiðis hluti og ég held að það sé rosalega mikilvægt núna þegar að þú veist þegar við erum með aðrar valdablokkir eins og Bandaríkin sem að kannski stóðu rosalega lengi fyrir þetta en þú veist, allar hugmyndir tjáningafrelsi og slíkt eru bara algjörlega komnar í ruslið þar, svo erum við stórveldi bara svo Kína og Rússland. Hann sko, ef við erum að tala Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópusambandið sem þessar stóra 4 valdablokkir, þá, sko, hvað var þessi mál, tjáningafrelsið, þá myndi ég, og bara svona almenn, hvað maður að segja, bara grundvallar þessi frjálslyndu réttindi sem okkar samfélagi byggt á, þá held ég að Evrópusambandið sé að standa sig langbest í að standa vörðum þau, sko. Það er mest að séns að halda því áfram, þannig að bara að okkar fyrir því að við halda þau svo kvöldu gildum, að þá sé betra fyrir okkur að vera inn í Evrópusambandinu. Já, þessi lýðræðislegu gildi, þessi bara svona hefðbundnu, sem við getum kallað evrópsku lýðræðislegu gildi, kannski eru þau á fallaldafæti, en þau eru allavega langsterkust þarna af þessum valdablokkum. Þetta, þegar þú ert að tala svona breyttan heim, breytta heimsmynd sem að sumriti má reykja til Trump en eru breytingar sem eru kannski eldri en hann. Það er svona Bandaríkjamenn fóru til þess frá Keflavík 2003 eða 2004. Já. Það er að verða þessar breytingar og þá segja sumir, eins og þú verðist fyrir að segja, og þess vegna eigum við að velja okkur einhvern hóp og fara inn í Evrópusambandið. En maður sem myndi fara með nákvæmlega sömu ræðu og þú, þangað til að kemur að niðurstöðu, hann geti sagt þess vegna eigum við að vera fyrir utan bandalög
þess að það borgar sig að halda sig til hlés á meðan þetta gengur yfir. Já. Og það má vel vera að við neyðumst til að fara inn í Evrópusambandið á endanum, en það er ekki, svo stað er ekki komin upp núna, það verða einhver valdaskipti í Bandaríkjunum og eitthvað fleira. Einmitt út af þessu ættum við, út af hvað allt er svona á hverjanda hveli, þá ættum við alls ekki að sækja um. Nei, einmitt. En þá myndi mitt svar við því væri, sko, við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hér og nú. Það er náttúrulega markmiðið að ná svo góðum samningi að við viljum vera inni. Algjörlega. Þannig við erum að sækja um. Við erum að sækja um, algjörlega. Þú fengir ekki samningaviðræði nema að sækja um. Nei, nema að sækja um, algjörlega. En það er þá alltaf þessi varnagli sem að maður getur slegið, sem er að hafna þeim samningi. Það meiri segja þá valkostur að Evrópusambandið sé ekki til í að mæta grundvaldakröfum Íslendinga sem að leiði til þess að samningur verður bara aldrei gerður. Já, nákvæmlega, algjörlega. Því það er engin stjórnmálamaður sem vil skrifa undir þann samning og láta svo fella sig með 80% atkvæða. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þessi varnagliði slegin, og ég held að hann skiptir rosalega miklu máli. Þannig að þú veist, í öll þessi rök og bara margt í því sem að neyðsinn að segja make a sense og sum af því er ég í rauninni sammála en mér finnst bara alltaf spurningin vera þú veist að þetta er allt loftkastalar þú veist þetta er allt í rauninni svolítið fantasi og svo segir nei, það liggur nú alveg fyrir hvernig svona samningar að vera en það er ekki þannig, það eru sérlausnir. Og sjálfstæði Ísland er líka fantasía. Nákvæmlega, fyrir utan það. Þetta fullveldi, já, við höfum ekki sama fullveldi og Þorsteinn Már. Nei, algjörlega. Þannig að ég held að sko við hljótum bara að verða að sjá hvað er í boði, eða bara hvernig lítur þessi samningur út til þess að geta hafnað honum. Já, þú veist, mér finnst bara annað vera í rauninni algjörlega ótrúleg þröngsýni og þá er sagt að þetta er svo dýrt og þetta er svo... Þetta eru þessum að neyjararnir þóla síst að það er eins og þú ert að tala fyrir lífræði og það ættir auðvitað bara að vera einn valkostur á kjörseðlum að segja já, af því að þú finnst bara þessi algjör mískilningur að segja nei. Það er bara, fólki fatti ekki hvað þetta snýst. Já, sko, af því að það er ekki neitt endanlegt. Þetta er stöðu check í vissum skilningi. Nei, með því að segja nei núna, þá losnum við kannski við Evrópuumræðina allavega í 10 ár. Já, það er rétt. Og getum þá einbytt okkur á okkar málum og ítt þessari þráhyggju viðreisnar út af borðinu. Já, ég held að það sé allt í lagi að skoða hvað er í boði. Ég held að það sé bara allt í góðu lagi. Og auðvitað, ef að fólk vill alls ekki, þá skil ég það. En mér finnst bara svo skrítið að vilja alls ekki þegar þú veist ekki eins og hvað í því felst. Sko. Jú, ég held að neyjararnir viti það. Það er eiginlega alveg sama þó svo að hluti eðra sem segir að þó svo að við fengjum að halda fiskveiði lögsögunni sem ég held að sé þannig, ég held að sé engin sem trúir því að Evrópusambandið takja okkur fiskin sko. Nei. En það er þið sá samningur... Og líka eins og þú segir, svoleiðis samningur er alltaf aldrei lagður. Þá bara er þið að ljósta að Evrópa vill ekki fá Ísland. Já. Ég held að það gerir sér allir grein fyrir Evrópu að ef þú vill fá Ísland, sem að margir í Evrópu líta á sem bara ákveðin feng, svona út frá öryggismálum og fleira og aðgengi að svona norðurslóðum og svolítið lykillinn í því að fá kannski Noreg seinna inn með allar sínar olíuauðlindir og fleira. Þá held ég að þau margir í Evrópu til þess að teygja sig ansi langt til þess að fá Ísland inn. En það er samt fólk sem segir jafnvel átt að við fengjum að halda auðlindunum að vilja ekki fara í Evrópusambandið. Það sé bara hluti af sjálfsmynd okkar sem Íslendinga að vera eins sjálfstæð og við getum á þessum kletti út í hafi. Já, einmitt. Og það er bara afstaða sem ég virði alveg en ég er ekkit endilega vissum að okkur sé betur borgið þannig. Ég held að það geti verið rosalega sterkt að vera í bandalagi og og ég allavega eins og heimsmyndin lítur út í dag þá er ekkit annað bandalag sem að mér finnst make a sense að við tökum þátt í sko. En eitt er í þessu að allir sem eru kringum okkur við getum ekki, snertum ekki Evrópusambandin einstæðar ef við gerum ráð fyrir því að Norður Írland standi í vegi fyrir að við snertum Írland. Allar þessar þjóðir hafa ákveðið að vera fyrir utan. Noregur, Færeyjar, Bretar, Grænlendingar. Það er bara eitthvað í þessu svæði. Já, en sko byrju nú bara, en ég meina Færeyjar og Grænland geta ekkert gengið í Evrópusambandið. Þeir kusu að vera fyrir utan það sko. Já, er það þannig? Þannig að Danmörk tilheyrir því, en hinn ekki.
Já, út frá svona auðlinda málum held ég fyrst og fremst. Já, einmitt. Að fá að eiga sínar auðlindi sjálf. Já, einmitt. Eða kannski að þetta sé svona rá samfélög, að það sé ekki alveg full baka hvað er að vera færiðar og við ætlum bara að fá að klára það og svo kannski seinna tökum við ákvörðum að fara inn en það bara verður fárvægt að fylgja nógu slemt að vera undir Kaupmannahöfn og það er ekki líka út í Brussel fyrst við að segja eitthvað svoleiðis hugsun. Sko ég held að ef að auðlindunum sem að við eigum hér væri skipt með bróðulegri, með bara sanngjarnari hætti sko þá held ég að sko minn hvati til þess að sýna Evrópusambandinu einhvern áhuga væri miklu minni sko. Ég held að fyrir mig skiptir rosalega miklu máli að það orðið til kerfi hérna sem að auðvitað við berum bara ábyrgð á sjálf en það rosalega stíft og það rosalega sterkt. Já, við lifum svona inn í verbúð Samherja og Brims. Já, það nákvæmlega þannig. Við eigum ekki samfélagi, þeir eiga það. Þeir eiga það. Já, þetta svona afstaða margra og vonandi gæti eitthvað breyst ef við gengum í Evrópusambandið. Það eiginlega, sko, ef maður ætti að summera í sem fæstum orðum mín afstöðu, þá væri hún nokkurn veginn þessi. En það sem að stjórnvöld ætlar ekki að höfuð áherslu á og byrja að tala um sjávarútveginn til þess að verja hagsmuni Þorsteins Má og Guðmundar í Brím. Að við fáum að hafa sjávarútvegsstefnuna alveg eins og hún það forseta þess að við göngum inn þannig að við munum aldrei ganga inn nema hagsmunir þeirra sem við varðir ef að ég skil Þorgerði Katrínu rétt sem sko reyndar ekki hlynnt kvótakerfinu Nei, hún reyndar ekki hlynnt því einu sinni sko ég held að ég skil afstöðu stjórnvalda ekki nákvæmlega svona ég held hún gágjutu að við fáum að veiða nákvæmlega jafn mikinn fisk en sko hvað varðar eignarhald og ég meina þetta hvernig þú veist útgerðarnar að selja sjálfsög fiskinn hvort við gefum það eða tökum málamynda gjald fyrir eða hvort við bjóðum upp að það verði ég held að það sé, þú veist, Evrópusambandið myndi ekki vilja sjá hvað maður segja, verðmyndununa eins og við erum að gera hana núna sko það sem að útgerðarnar að selja sjálfum sér að selja vinnslánin sem í sömu eigu og svo framvegis til þess að hirða það gerir ekkert í því Jú, ég ekki frá því Það verður bannað að það verður að fara í gegnum markað Já, það verður að fara í gegnum markað Svipaður í Noregi og það eins og ég meina og það meikar sens ég meina bara að því að ég meina aftur þó það sé ekki að fulla í taktu kannski mínar lífskoðanir almennt Evrópusambandið vill sem mesta verðmyndun á hverju þrepi, af því þetta bara svona hefðbundin kapitalísk stofnun. Já, hefur trú á hinu svo kallaða frjálsa markað. Já, en hefur líka, þú veist, aflar skatta, þú veist, það einhvers konar eftirlegu, hvað maður að segja, svona velferðar hugsun í Evrópusambandinu, sem að til dæmis ekki hjá þessum hinum bandalögum, svona einu nemi, sko. Bandaríkjunum Rússlandi og Kína. Og ég meina, þú veist, það alveg rétt sem að, hún segir, hvað heitir hún aftur? Hún í sósíalistaflokknum sem í borgarstjórn? Já, Silja. Silja, já, nákvæmlega, Silja. Það er alveg rétt sem hún segir að maður sér það seint fyrir sér að það komist á einhver sósíalismi í Evrópusambandinu en Þegar ég sitt hérna að tala við fólk og kannski svolítið að fólki vinstra megin að því að sósíalismin sömuleyti svona alþjóðahyggja þannig var það alveg í gamla dag fyrir Stalin en þá velti ég fyrir mér að ef að þú ert vinstrisinnaður og vilt berjast fyrir betri heimi hvort betra fyrir því að reyna að gera þá tilraun að ná áhrifum á Ísland eitt og sér eða hefur meiri möguleika með að tengja skoðanabræðinum í Evrópu og ná breytingu þar Mín skoðun að það sé miklu vænlegra til árangus að ná til fleiri í gegnum stofnanir Evrópusambandsins. Alveg klárlega, þú veist, þar er bara massi, þannig þetta er bara svona gamaldags sósíalismi, sko, bara það sem að öðrugar allra landa saminist, sko. Þú myndir segja við Silju Sóli farðu bara og verður með þínu skoðana systkinum inn í Evrópusambandinu. Þið náðu einhverjum sameiginlega breytingum inn í Evrópusambandinu og þú styðji hvort annað í að ná breytingum inn í þínu. Nákvæmlega. Þannig það sé bara gott fyrir íslenskar sósíalisma að verða svolítið alþjóða tengdari. Já, frekar en að vera undir hælnum á smágöngunum Ballarhafi, sko. Þú ert undir hælnum á stórauðvaldinu inn í Evrópusambandinu. Já, en vistu það,
í rauninni, hver sem að snýr sér, þá maður alltaf undir hæl auðvaldsins, það er nú bara þannig. En ég hef trú á leikreglum Evrópusambandsins, þrátt fyrir allt. Ég hef trú á til dæmis ég held að stofnanirnar þar taki hlutverk sitt mjög alvarlega og ég held að þær hafi talsett mikil völd og ég held að það sé reynt virkilega að passa að hagsmunir fólksins og þær stofnanir sem að það hefur til þess að reka mál sín gegn þessum auðvaldsblokkum séu sterkari og ég held að aðgreiningi þar á milli sé sterkari heldur en við búum við í okkar litla samfélagi hér. En það ekki samt þannig að Evrópusambandið og dómstólinn, hann eiginlega mest í því að verja hagsmuni stórfyrirtækina. Ögmundur Jónasson var einn daginn og hann sagði það að hann hafi viljað gera tilraun til þess að láta strætó ganga til Keflavíkur. En þá hafi Evrópusambandið stoppað það því að það mátti ekki taka hagnaðinn af hvað þetta kynnisverðir. Einmitt. Sko, ef að þetta er svona og þú veist, og þegar að loksis... Þú veist ekki, þú getur gert samningin, svo bara eftir að fara fyrir dómstólinn og þá allt í einu byrjar að það sem að þú taldir að væri búið að semja þá allt í einu segir dómstólinn að þetta brýtur í gegn stoppsamþyktum Evrópusambandsins og verður fellað til burtu. Einmitt. Sko, já, ég meina, ef að mér finnst þetta bara vera svona þetta er eitthvað sem að ég myndi ekki vilja sjá og þetta er áhyggjur mínar af því sem ég sem sagt hérna aðra, þú veist, þetta er kapitalíst bandalag og auðmagnið hefur rosalega mikið völd innan Evrópusambandsins en auðmagnið hefur líka rosalega mikið völd hér í okkar litla samfélagi og og ég er ekki endilega vissum að það sé eitthvað verra þar inni af því að þrátt fyrir allt til dæmis, þá fengjum við þennan aðgága að þessum innri markaði og ég held að bara fyrir venjulegt fólk eins og, ekki samt að, ég meina, jú, að innri markaðinum, það er rétt, en að við getum gengið inn í þetta gjaldeyrissamstarf og ég held að það myndi hjálpa venjulegu fólki eins og mér og þér, Smári, alveg rosalega mikið að fá evruna og að fá, sko, hingað til dæmis viðskiptabanka sem að geta skorað á viðskiptabankana okkar í einhverju samkeppni. Því það er engin samkeppni hérna. Ég meina, þetta er bara algjör djók, þetta fjármálakerfi hérna. Þú þurftir vel ekkert að fá banka að þú gæti reynt að bara sækja lán í danska bank. Fyrir utan það. Ég meina, ég geta bara kanna hvernig eru lánakjörin í Gríklandi. Hvort þeir splæsi í eitthvað starfsmann sem að fylgist með raunvirði eignana sem að þau taka veðið í. Nákvæmlega. Og ég held að sé ekkert flóki fyrir bankan að veðja á íbúðarhúsnæði. Nei, nákvæmlega. Það er lengi dæmi það að einhver hafi tapað á því. Nei, nákvæmlega. Því þú getur alltaf tekið húsið, sko. Þú getur ekki borgað, bara tekið húsið og sel Petri. Nákvæmlega. Ég held að það væri fyrir einfalt fyrir banka að koma sér fyrir það. Einmitt, og eins og þú segir. Nefna það er horfað að þetta er bara 4.000 mann og ég bara nennið ekki. Það er náttúrulega algjörlega. Já, það gæti verið. En ég meina eins og þú segir, þeir þurfi ekki eins og opna útibú, sko, þú veist. Ég meina, ég get bara hringt í bankan í... Þú hefur farið í útibú bankaðis. Já, fyrir utan það. Ég veit að það bara aldrei erindi í útibú. Nei, en það er engin útibú eftir, hvort sem er. En þannig að þú veist, ég held að þetta og hérna, þú veist, og hérna er maður kannski ekki að tala í stórumyndinni, hérna er ég bara að tala bara, þú veist, mína kollega og vini og þú veist, ég held að við gætum haft það alveg talsett mikið betra, bara með því að fá þessa samkeppni, því að hafa aðgengi að þessu markaði úti á forsendum evrunar, sko. Herðu, það verður kosið og viltu spá? Við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að í síðustu könnum þurfti jáið að hafa svona 55 pluss til þess að geta unnið. Af því að það sé meiri hvati hjá neyinu til að mæta kjörstað. Þessu svona ákafari. Þetta sé meira, það sé stærri hópur þar sem lítur á það sem sitt hjartasmál. Hópurinn sem lítur á það sem bara hjartasmál að gangin í Evrópusambandið, hann er ekki til að stór, sko. Nei, ég meina þú heyrir það bara þessu spjall okkar. Þú veist, ég er ekkit ákveðin í afstöðu minni gagnvart Evrópusambandinu sjálfur, miklu frekar þessu millistígi sem við erum á núna. Fulltrúi kannski. Ég er fulltrúi kannskisins, nákvæmlega. Og þannig það er alveg rétt hjá þér. Kannski eru þetta aldrei sterk afstaða og já eða nei. Það hleypur ekki á milli húsa til að segja kannski. Nei, maður nefnilega gerir það ekki. Þannig að spá. Sko, mér finnst alveg svolítið merkilegt. Mér finnst ég hafa bara... jáið er ekkit búið að vera neitt
rosalega, þú veist, þeir eru ekki að keyra mikið að auglýsingum, allavega ekki þannig að ég sjá, en þú veist, núna ég kveik ekki útvarpuna á þess að heyra einhverjar auglýsingar, sko, það eitthvað svona ungt fólk sem að segja það haldið að hagsmunum Íslands í betur borgi utan Evrópusambandsins. Þannig að það greinilega meiri vikt og þá bara peningar megin og ég nú bara þannig innréttaði, sko, ef það einhver líka peningalíkt af einhverju þá bara verð ég svona smá þá fyllist ég grunnsemdum þannig það kannski hluta því hvers vegna ég leiti jáði núna bara vegna þess að ég sé að peningarnir standa með neginu, skilurðu, þannig að og hagsmunir þínir og peningaflanna fara ekki saman þeir fara ekki saman, þannig að það er einrökin sem ég vinn með þó ég að spá ég verð að játa, fyrirfram hélt ég að þetta myndi njóta meiri stuðnings. Ég held að svona þessar kannanir yrðu mikið til að sína... Af því að þetta ekki afstæðum hvort þetta já, nákvæmlega, þú veist, þannig ég held að þetta yrðu kannski 60-65 sko, einhvern veginn. Kannanir eru ekki að sína það og ég held að eitthvað sem ég getur kalla hræðslu áróður hafi svona svolítið þrýst þeim tölum niður eða ég bara out of touch og einhvern veginn taldi þetta bara hafa ljóta meiri stuðnings en hvað maður ekki bara spá að ég merji þetta 53% en auðvitað það vont líka þú veist, það ekki gott fyrir svona kosningu að vera ekki afgerandi en ég hugga mig þá við það engin skuldbinding sem felst í afstöðuna þetta var afstaða Kristrúnar fyrir 2 árum að við ættum ekki að fara í þetta leiðangur nema það væri svona svolítið góður meirihluti en núna það síðast þegar það var svo stöðum þá held ég að ASÍ hafi verið fylgjandi nú bara verkefnishreyfingin klofin í þessu allur, meira og minna allur fyrirtækja var allt húsið þarna niður í Borgartúni vill segja nei þannig að það ekki þetta sömuleyti sko sérstök staða. Ég held að það hafi verið þannig eins í Nóri að það voru miklu fleiri af svona stofnunum samfélagsins sem voru ákafið að segja já. Já, einmitt. En núna verið til að fáir vera þar og svo það líka þannig í pólitík að það sem ráðið úrslitum í kosningum eiginlega óttinn að ég ætla að bjarga þið frá einhverju. Bjarga þið frá útlendingum, ég ætla að bjarga þið frá verðbólgunni, ég ætla að bjarga þið frá hinu þessu. Það eiginlega dáið út úr pólitík okkar að vilja að við ætlum að fara þangað. Við ætlum að búa til þessa glæsilegu borg á hólnum. Það eiginlega enginn sem að selja okkur það. Þannig að sá sem að bara, það annars verið að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusambandið eða það fari allt í fjanda sem við göngum ekki í Evrópusambandið. Þannig að það báðir eiginlega með neikvæða... Já, einmitt. Ég held að þetta sé rosalega slæmt og ég held að sko bara svona mikið af því sem ónýtt í okkar pólitík og sem bara sést í því að ég held, þú veist, mikið af ungu fólki hefur engana og þegar ég segi ungt fólk sko, þá er ég bara að tala fólk undir 40 sko. Sem bara hefur engan... Þess að þú lendir oft í að vera hér talaðu um ungar mann. Það verður bara miðaldra. En ég held að sko, það nákvæmlega þessi ótti eða þessi neikvæði formerki sem á öllu, sem að gera það að verkum að fólk bara hefur ekki trú á þessu systemi, sko. Þannig að, þú veist, á 20. öldinni, það voru stórar hugmyndir og við ætlum út í geimi mitt og byggja þessar stóra flóti borgir og við höfum þetta ekki. Ég meina hér, þú veist, þegar við byggjum upp vatnsveituna og hitaveituna og rafmagnið, þetta gert á einhverjum 10-15 árum allt saman og ég ætla að segja það, þráttur að hann sé ekki, hann nú alls ekki vinsæll með neymanna, en við hefum átt eitt svona stjórnmálamann á þessari öld sem hefur sko, sem er að horfa til sko langt fram í tíman og með djarfar hugmyndir og það Dagur B. Eggertsson. Það sá stjórnmálamaður sem við höfum einhvern veginn átt sem ekki fastur bara alltaf í því sem að gæti drepið okkur næstu 2 ár heldur að hugsa eitthvað stórt og meira sem gæti orðið eftir 30 ár og ég væri rosalega til að sjá bara meira af því í hvaða átt sem en bara stórar hugmyndir og eitthvað metnað og kannski, ég bara fatta það núna þegar við erum að tala um þetta, kannski það hluti af því sem að sko kannski heillast ég af Evrópusambandinu að einhverju leyti vegna þess að það einhver svona stærri
hugmynd og sem að hefur einhvern veginn lengri líftíma og tegir sig einhvern veginn, þú veist, út öldin. En þegar ég heyri þetta, þá, ég kannast því alveg við þetta svona 1997, en bara þessar öld hefur ekki Evrópusambandi verið eins og, þeir eru að selja okkur hérna ógnina við Rússland, þeir eru að selja okkur bara, ég finna að Evrópusambandi algjörlega dott í það að hérna ætla að venda okkur fyrir ykkur, þið verðið að koma inn vegna þess að heimurinn að lokast, þannig þið verðið bara að velja ykkur lið. Ég heyri þetta ekki. Ég skil alveg að þessi umræða til, en ég þekki hana alveg bara í gegnum eitthvað svona Snorra Másson og eitthvað svoleiðis. Þú veist, fyrir mér Evrópusambandi, sko fyrir mér bara því í starri þeim bransa, fyrir mér þetta sko kista fjármagns til menningamála. Þú veist, þannig þekki ég þetta samband og það hefur ekkit veikst. Það er öll prógramin sem að þegar ég byrjaði fyrst að pæla í þessu, öll prógram sem hann verið að keyra fyrir 20 árum síðan, það er ennþá verið að keyra þau, þetta er ennþá í gangi. Það er ennþá sömu gildi sem að liggja þar til grundvallar, sko. Þú veist, það er ennþá bara sömu forsendur. Og ég menn alltaf tala að það sé alltaf einhvern veginn á fallanda fæti efnahagslega í Evrópu, ég menn þetta er alltaf bara rugl, sko. Ég menn þetta er bara ekki satt. Þetta er ósatt. En Evrópa segir þetta sjálfan sig eins og Draghis-skýrslan. Þessi vandamál Evrópu að vanti nýsköpun og hægri menn hafa gripið upp að hlutir sem er búnir til í Bandaríkjunum og framleiddir í Kína en regluvæddir í Evrópu. Það er leina sem þið leggja til. Þú kannast við þetta? Jú, ég kannast við þessa. Evrópa sé einhver staðar hafið farið einhverja ranga leið sem að veldur því að svona köld náhönd lagði við samfélagið. Þetta sé ekki svæði það sem eitthvað nýtt verður til. Nei, en aðtuga að meira segja í þessari sko orðræðu með nýsköpunum sé í Bandaríkjunum og framleyslan í Kína og regluvæðingin í Evrópu, þá er samt hugsunin sú að í Evrópu ætlum við ekki að leyfa svona bara eitthvað taumlaust rugl, við ætlum að hér ætlum við ekki við ætlum ekki að leyfa svoleiðis brjálæðingum að bara ganga lausum hér og við ætlum heldur ekki að vera með sko iðnað sem er bara það sem er bara verið að framleiða endalaust af drasli, það sem er bara með einhverja sko mannlega róbóta að framleiða endalaust af drasli, þannig að þú veist þó að það er að setja það í einhvern svona regluvæðingar fargansbúning en það er einhvers konar manngæska, má segja, skilju, sem býr þar að baki. Þannig ég held að þessi gildi... Allavega ekki alveg fullkomin uppgjörg. Nei, ég meina, það er kannski... Sem er í Bandaríkjunum? Nei, sem er í Bandaríkjunum, einmitt. Þannig að, þú veist, ég meina, þetta er það ekki fullkomin, en ég held að, þú veist, þess að segja, þessi gildi sem að þú ert að segja hafa ekkit borið á síðustu 20 ár, en þau blunda samt þarna undir, sem að þau gera síður en svo, sko, við hvar annar staðar. Gætu verið endurreist ef það verður pólitísk sveifla í Evrópu. Já. Svo í skárri áttina. Í skárri áttina, já, nákvæmlega. Herðu, en ef það kemur nei, verður fyrir miklum vonbrigðum? Nei, ég verð ekki fyrir miklum vonbrigðum. Þú getur lifað við það? Ég get alveg lifað við það og þá er bara... Þannig er það ég meina, það er bara þannig og þá er það bara frá og þá bara þurfum við að treysta á okkar fólk hérna til þess að verða þá bara, setja bara ennþá meiri kraft í það að bæta okkar lífsskilyrði hér og koma, útdeila okkar, hvað maður segja, bara þjóðar hagsmunum með sem svona eðlilegustum hætti, sanngjöndustum hætti. En nei, fólkið, allavega stjórnmálaflokkarnir, þeir eru ekki líklegir til þess því að þeir lýsa eiginlega Ísland sé eiginlega fullkomið. Já. Þannig að það er ekki viljið til þess að breyta Íslandi þar. Nei, ekki þar. En þá þarf það hinir í ávararnir að breyta Íslandi þá án þess að vera í gangi Evrópu. Já. Þá þarf að sumir myndu vilja segja nei bara út af því. Við vil bara fá inn í íslenska pólitík einhverja raunverulega breytingar á samfélaginu. Algjörlega og maður heyri það frá, ég meina þú veist, mikið af svona þeim sem eru kannski tengdir hérna til dæmis sósíalistaflokknum, tala svolítið á þeim nótum, heyri það er nú hægt að breyta þessu öllu hérna innanfrá og ég bara vona þá að það verði ef það er sagt nei en ég er búin að vera hérna í rúm 40 ár og þetta er allt verið á svolítið einn veg sko þannig að ég er alveg til í að prófa eitthvað nýtt
Og þessi nýfrjálsríkjuvæðing sem við erum að benda í Evrópusambandinu, hún hefur mögulega gengið lengra á Íslandi heldur en í öðrum löndum. Já, það held ég að sé alveg klárt. Þetta voru svolítið skarpar beygjur sem voru teknar hérna á 10. áratugnum og upp úr aldamótum, sko. Og eiginlega festar í sessi eftir hrun. Það voru vinstristjórnin endurist eiginlega bara samfélagið sem að Framsókn og Sjálfstæðisflokkur byggu til. Já, algjörlega, einmitt. Herðu, gaman að fá þig hingað, Atli, að tala Evrópusambandið. Þegar þú þvælist bæinn, er fólk að tala við Evrópusambandið? Nei, ekki mikið. Ég er búin að vera ég er nú búin að vera alveg svolítið erlendis og bara svona ákveður flakkja þessum landið, þannig maður hittir svo sem einhverja þar, en nei, þetta hefur ekki mikið verið rætt. Ég held að, þú veist, bara eins og við örugglega mörg, ég lifi svolítið í búblu, allir í kringum mig ætla að segja já. Ég sé þetta bara á Facebook, sko, og oft sé þetta með þess að bara á Facebook í gegnum eitthvað fólk sem ég ekkert einu svona að fylgja. En ef þetta þannig að þú hittir bara jáara og svo hef ég líka lesið á Facebook og segja ég held að bara enginn muni kjósa já af því að það allir sem ég hittir segja nei, að þá fer þetta að minna á hvað veldur því, hvernig fólk tekur ákvörðuna, þá fer þetta að minna á svona menningarstríðs pólitík. Já, en það einmitt, bara eins og við vorum að tala, ég meina þetta að verða þannig mál, þetta einhvern veginn, fólk tengir þetta rosalega við sjálfsmyndina og þetta snýst einmitt skilur, hvað ætlar, þú veist, hefur ekki trú á Íslandi og þú veist þetta með þjóðernishyggjuna sem náttúrulega menningarstríðsmál, ég held að þetta sé klárlega orðið þannig og það eiginlega bara ótrúlegt hvað virðist vera hægt að hengja á það og hvað virðist vera hægt að búa til lið og bara því miður, það bara miðla umhverfið, spilar alveg ótrúlega stóran þátt þar og ég veit alveg að þú veist, Evrópusambandinu hefur til dæmis ekki tekist að kveða niður eitthvað Facebook-draugin en það eru samt einhverjar, þú veist, það hafa verið einhverjar væringar í þá átt og það er verið að sekta þessi fyrirtæki stór fé, sko, fyrir það að vera að reyna ganga á athygli ungmenna og slíkt, ég meina, þú sér þetta hvergi annars staðar, það er einhver dottið í huga, það skiptir ykkur máli þó að við gerum það, á litla Íslandi, sko, það hefur engan slagkraft. Herru, takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf sem alltaf að taka breytingum. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega er fleira til þess að ræða Hingað er komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og er prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi. Takk fyrir. Sko, síðast þegar við hittumst hér þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt, hvað var þar heim köngulóarinnar. Þú talaður köngulóaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim. En í lok síðasta samtals þá ræddu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytja okkur smá skýrslu. Eru fréttir? Já, það er alltaf fréttir þegar maður fyrir feltið, sko. Madagaskar er þessi undra heimur þar sem maður er alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Ég hef ekki upplifað neinu öðru landi, nú ferðast út allan heim, sko. Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta. Og þarna fór maður alltaf með, sko, ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar. Já. Og allt eru þetta sem sagt BS-nemar fullir af áhuga og spennu, þannig að þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vitt á breytt, enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir. Þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknarhópar sem voru að
vinn í rannsóknum og það voru alls konar uppgötvanir, það var náttúrulega eftir að vinna úr þessu og svona, en það kom margt nýtt í ljós, sko. Enginn í hópnum með köngulóarfóbíu, væntanlega? Ekki lengur. Það var svona helmingurinn þegar við lögum að stað. Það er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulóarfóbíu og við læknum hana bara. Hvernig gerist það? Við bara komum inn með stóra könguló sem að heitir Golden Orweaver, hún býr til svona gullitaðan vef, stóru mikil en mjög róleg og hvað er hún stór? Já, svona með löppum svona 10 cm, já. Dálítill búkur, sko, og við látum hana labba á fólki og við byrjum með einhverjum sem er rólegur með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem eru hræddir og einhvers stað koma inn þeir sem eru skítræddir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóna labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsamlega. Sumir verða bara spenntir og allir verða minna hræddir og það er engin lengur með einhverja algjörafóbíu. En sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja köngulóna á það og það voru bæði strákar og stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda könguló setna í kursinu. Þú veist, þannig að þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr, þessi hræðsla á ekki neitt grunn og þú finnur svona dýr bara rólega labba á hendina þér, finnur fótsporin hún er falleg og þú áttar þig á því að þú veist, af hverju er ég hrædd við þetta? Þetta er bara stærsta sem ég séð og þetta er ekki neitt. Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær. Nei, í rauninni ekki svona almennt. Það eru til köngulær sem að bera varast en þú veist, af 55.000 tegundum þá er það James Bond köngulóin. Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var en jú, það er til en Tarantúla. Já, það er nánast engar tarantúlur hættulegar, en það er svona 2 af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og önnur eins og flest eitrar lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið á það, sko. Það svona liggur við að maður þurfi að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhörvendur áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að er ekki bara meiri hluti mannkinn sem er með einhvern svona hrylling. Þetta er bara 90%. 90%, já. Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outliers, þeir eru mjög hraustir og ekki hræddir við köngulær, jafn mikið þær er. En þú veist, þetta fer svona niður í kannski 50% með líffræðinema, sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga á líffræðinni. En helmingurinn af þeim samt líður ekki vel í kringum köngulær. En það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývetningum minnum í kringum 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum í heiminum. Hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu gagnvart skordýrum. Já, hvernig myndur þú skýra það? Ég veit ekki, ég reyni ekki að skýra. En það er einhver öðru sig gen og þetta er náttúrulega, þú veist, það er öðru sig hugsunarháttur. Ég menna, við erum með þó við séum ekki stór reyju, þá er alls konar mismunandi hópar af fólki sem ég er ekki alveg eins. Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundu við Britsborðið þegar við mætust það. Já, þú getur mjög frumstæðir. Þú ert ekki hræddur við Britsborðið, það er alveg rétt. Hvorki við köngularnar né margt annað. Né anstæðingana. Helst þú sér hræddur við mig. Nei, ég er ekki hræddur við þig. Heyrðu Ingi minn, en þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei. En þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar, tengir silki ef mann rétt. Það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað. Já, það hefur náttúrulega ratað í heimsfréttirnar. Þetta er nú einlega gömul saga, ég man ekki hvað við töluðum síðast en við uppgötum kónguló, stóra kónguló sem að gera þessar risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þolið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara, það þýðir það
að getur tekið í sig meiri orku áður en það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur og þú veist, jafnsterkt og gott stál en líka teygjanlegt og þessir eiginleika saman gerir það mjög svona þolið eða tough eins og það kallaði á ensku. Já. Og þetta náttúrulega mjög merkilegt að það fórum allan heim, ég menna þessi uppgötvun vegna þess að þarna ertu með þráð sem að bara náttúrulegu þráð, silki sem við náttúrulega búið til föt úr silki en ekki kóngulóarsilki, sem að verður bara til inn í líkama lífveru, það engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita og eiturefni til að búa til stál og kevlar og svo engin mengun og mengun alltaf og svo þetta þú veist fislétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbrögðum á líkamannum, þannig að getur notað þetta á og jáfnvel inn í líkamann og þú veist möguleikarnir að nota þetta í hvort sem það er við lækningar eða við bara búið til sterk efni eins og við myndust á síðan, hafði herinn áhuga á þessu. Þannig að það er svona fór víða og við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginleika þessar kóngular. En það er svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna á þessu. En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiðir til þess að þetta... Já, það eru semst tværleiðir, annarkvort að skilja semst uppskriftina af efninu og ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að raðgreina nokkra tegundir og við erum búin að raðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki, þannig að við erum með nákvæmlega uppskrift að þessu öll saman. En það er ekki nóg, vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift, við blöndum þessu saman bara eins og pútuköku og svo búið til þráður því að þá er hann bara brotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni. Þannig að það er einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki. Við getum bara sagt þetta prótín, það er uppskriftin, við getum sett það saman en silkiþráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af silkiprótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta virðist vera mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina. Hitt svo væri að bara skoða bygginguna á þessu efni og það er svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að bara, þú veist, ok, þetta er efni sem er bæði sterkt og teygjanlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svoleiðis efni hvernig eru byggingareiningar hvernig þetta eru einhverjir harðir diskar, þetta eru einhverjir svona snúrur sem að fara margar hringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta er sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingarprinsipum þannig að þú veist það væri hægt líka. Þannig þetta er uppgötun í vinslu, getum við sagt. Já, ég meina þetta er eins og, vísindin eru náttúrulega bara þetta svona í skrau í einu. Uppgötun eru oft algjör tilviljun eins og þetta og síðan vinnum maður frá því. Og þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það, en þú er það ekki bara eiginlega einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt? Það er nú hægt að deila það, ég er einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem er ekki akkurat þetta. Ég er kannski meðal einhverja tugi sem að eru mjög vel að sér kóngular og meðal einhverja tuga, já og ákveðni sviðin en þess það þættu nú ágætt á Evrópumótinu aðalega, þú veist, ég er sérfræðingurinn í ákveðni hluta og svona ég svona þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna þess að ég fer alveg frá taxonomy upp í biomechanics og genomics en þú veist, það er einhverjir sem eru sterkari hver einustu sviði þú veist, þannig að þetta er bara svona eins og alltaf maður er sérfræðingur í einhverju einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður nálægt þarnum menn. Það er alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðimenn í fremstu röð. Þeir eru nokkrir, já. Já, og þegar sem sagt einhver alheims fjölmiðill hringir í þig og spyr hvort þú getur komið í viðtal, þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær. Já, algjörlega. Það er engin önnur ástæð til að tala um mig. Það er engin önnur ástæð. Nei. Eins og veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic
kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót. Finnst þér ekki fallegt? Ekki slæmt, jú. Þú missir á National Geographic en fær tækifæri á samstöðinni. Já, þetta er æðislegt sko. Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims. Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu. Eins og þú náttúrulega, ég meina, nokkur annar svona köngulógur sérfræðingur á Íslandi? Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði sem er svona nútíma flokkunarfræði með erfðamengjum og svoleiðis en það er svona nokkrir en engin annar í köngulónum. Nei. Sko af því að þessi ferð tiltölulega ný yfir staðinn og kannski svona eitthvað blóðhrátt enn í huga er þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar náttúrulega þessi einstæki heimur en þú ert þarna sko, ertu bara á einhverju 5-stjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður? Nei, eiginlega hvort sko, en jú, þetta er mjög flókið og það þarf mikinn undirbúning og við byrjum meira en ári fyrir ferða að undirbúa. Meira en ári? Já, og það er allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsókninar og þú veist, þetta er mjög flókið batteri og maður er svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna á sama tíma og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltölulega örugt ríki að þá er þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel. Er mikið bólusetningar fyrir? Já, krakkarnir sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður fara alveg í, ég man ekki hvað það er, 6-7 mismunandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég er með svo mikið að sprautum í mér en þannig að það er alls konar svo leiðis. Það eru, þú veist, lifrarbólgur sem eru hættulegar og hundaæði og náttúrulega malaría og alls konar svona sem er hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það er engir eitraði snákar og það eru, þú veist, engir stórir afræningar, engir ljón og engir tígrisdýr og svo leiðis, þannig að þetta er svona frekar örugt umhverfi. Já, sko mér dettur í huga að þetta sé alltaf svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf við venjumst meiri bómull, ég held að það sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum, ekki satt. Jú, ég meina... Verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra? Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík, lifa náttúrulega ekki á jörðinni, sko. Þetta er ekki jarðarbúar, þú veist, það sem við upplifum hér í Reykjavík er svo lítið brota því sem mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta áður, þá er þetta náttúrulega rosalegt menningarsjokk og svona að einhverju leyti vil maður forða því að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars staðar. Og það talar bara eins og mannfræðingur líka. Já, þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þú veist, þau átta sig ekki á dýpt fátæktar í Afríkuríki. Þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hvar sem þú labbar. Og mannfjöldanum og bara þú veist hversu mikið kaos er í gangi og fólk kemur við pásum okkur á því að þó við séum mest út í náttúrunni þá eyðum við svona 2 mínútum í höfuðborginni vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappírsunni en mér finnst þetta mikilvægt því að þá uppgötaði niður í miðbæ bara þetta er bara sýnisátnaði hvernig lífið er hjá stærstum hluta jarðarbúa. Já, stærstum hluta. Fjöldinn er mjög fátækur og býr við erfiðar aðstæður og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt öðru sér áhyggjur heldur en við þeim. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega að upplifa að þú ætlar að telja því borgara þessar jarðar, sko. En þannig að þetta fer mismunandi í fólk og fær mikið á sem að ég held að bara sé bara gott, þetta er bara holdt.
Sko, við vorum ekki eins mikið í PC-nu hérna í gamla dag eins og við erum í dag. Nei. Nú má ekki segja neitt sem man langar til þess að segja því að það gæti sært einhvern. Sko, þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst heima alið barn. Já. Og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar. Vits þörf fyrir víða ratar, já. Og hérna, og sem sagt sko, þannig að það segir sér sjálft að tlems í þessari hérna Evrópu umræðu núna maður áttar sig, ég ætla ekki að draga það inn í hana sko. Nei, láta hana vera. En maður finnur það alveg að sjónarhorn þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað, kannski hér á höfuðborgarsvæðinu og svona, þau eru náttúrulega sumpart svolítið öðruvísi. Já, ég meina fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort á þekkingu að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grín að Bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlausir. Þú veist, þeir vita lítið heiminn, finnst okkur. Já, þetta ekki þegar þeir ferðast. Já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir hafa aldrei farið neitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað. Það nefnilega svolítið þannig, já. Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært náminn, en þú veist, besta námi sem við getum fengið að ferðast heiminn. Já. Og gerðu það. Og þú fórst sjálfur út? Ég fór mikið heiminn. Ég tók mér alltaf pásu milli námsstiga til þess að ferðast. Já. En bara fyrst á bentir á háamælinu, þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum allra tíma. Og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world. Þetta akkurat sami hlutur. Akkurat. Þú veist, og þess vegna segir þú veist. Og oft hefur þessi hópur hæst sko. Já, það svo auðvelt að tala hátt þegar þú ert fáfróður. Já, ignorance is bliss. Já, og þú bara veist ekki, þannig að þegar þú ert búin að öðlast mikla vitneskju þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira að því hversu lítið þú veist. Og fullyrðingarna fara svona að minnka og lætin í kringum þína fullvissu eru minni. Já. En ég einmitt þessi Evrópuumræða, þú veist, mjög á þessu stigi að það frekar öskra herra heldur en að hlusta rök. Já. Og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þér þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum, ekki satt? Jú, ég bjó 25 ár sem nemandi og alveg þangað til ég var orðinn prófessor. Já. Langur tími. Já. Hvar varstu? Ég var út allt sko. Ég byrjaði í Washington DC og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þetta var svona vítt og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og það svona þá sá staður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland. Og svona kannski svona most liberal eins og það segja fylkið í Bandaríkjunum. Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum. Heldur betur. Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna. Já. Það voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísað til þess að sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga. Og ég ræddi við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir vissu að ég var blaðamaður, þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig. Þeir höfðu eiginlega allir sömu sögun að segja. Já. Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja Bandaríkin. Já. Það þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega víðsýnt og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og listamenn sem eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun
og automatist verður þetta fólk meira informað og þeir sem á þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkin eru og pólitíkin þar svo mikið kjaftaði þar sem að staðreyndir skipta engu máli lengur og þannig að fólk sem svona vel að sér eða djúpt hugsandi að því líður ekki vel og þú veist, maður sér þetta alveg, það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir. Þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis. Og við verum var við þetta bara, þú veist, þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands og þá allt í einu, þú veist, Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko. Það er nefnilega það. Sem áður töldu sig bara búa í fyrirheitna landinu. Já, ég meina, á sínum tíma var Bandaríkjan alltaf fyrirheitna land vísindana, sko. Já, 20. öldin náttúrulega bara stórkostlega sigur ganga Bandaríkjana. Þeir soga til sín mannafla allstaðar úr heiminum, allt okkar besta fólk. Svo kallar brain drain, en núna þetta algjörlega snúa, sko, og og þeir eru náttúrulega að skemma bara allt kerfið, núverandi stjórnvöld og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum í vísindum og Evrópa svona að koma til móts við þessa hólu sem myndast þegar Bandaríkin svona sogast út. Já. En það var, ég veit að við erum konur svolítið út fyrir efnið en það er allt í lagi, sko, það er ekki bannað hér við þetta rauða borð. En mér fannst mjög sláandi, sko, að finna þennan þessa sammannlegu skömm einmitt í þessum tónlistarmönnum af því að þú minnist á skömmina að það er ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu sem að þeir hitti hér, sko. Þeir voru þekktir fyrir að vera kannski hrókafullir af því að þeir svona, við erum frá besta land í heimi og það var engin efi. Og fólk svona þurfti svona eiginlega samþykkja það, en núna bara alls ekki, sko, og þegar maður tala við vinir sín í Bandaríkjunum að þú veist, þeir skamma sín, virkilega skamma sín og fara svona hálfgerða vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki. Í rauninni að snúast við. Snúast við, já. En þeir sem sækja stöður hér Bandaríkjamenn nú orðið og einhver dæmi að þeir eru að koma flottir vísindamenn frá Bandaríkjamenn. Við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn í líffræðina, sko. Ég ætla ekki að segja hverju það er akkurat tengt en þetta er að fara stjökana að þau koma hingað og annars það í Evrópu. Já. Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en til Bandaríkjanna því að það er hluti af þessari Evrópu umræðu? Já, auðvitað núna þá er ekki tækt að halla sér að Bandaríkjunum og halda einhverju viti en maður bara vonar að Bandaríkin snúa aftur á fyrir braut. Ég meina það en ef þetta heldur á svona þá er náttúrulega ekki þetta að vinna með Bandaríkjunum. Það er bara búið spil í bili. Heyrðu Ingi, það var gaman að fá því að rauðaborðinu. Ég að gleyma að spyrja það eitthvað svona úr þessari ferð eða frá sumrinu sem þið langar að ræða bæta við? Já, ég meina þetta var mjög skemmtileg ferð og ef maður segir svona í fullri hreinskilni nú er ég að hætta mínu ferli að maður er stundum þegar maður er að kenna við háskólan. Þá verður maður stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með, ná ekki eins góðum árangri að maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðrið þegar maður ungur, þetta gerir maður alltaf. Já, ég held ekki bara að sé rétt, þetta var með einhverjum hætti öðruvísi, það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sig fram í náminu. Núna eru þessi krakkar meira á minni einhverjum vinnum til hliðar. Já, þetta er svona hobby meira. En svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitapeltið og þau eru að fara að stunda rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður er búin að sakna. Þau hækkar ögrunastíð. Já, algjörlega og þau bara
stóðu sig stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur og og maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu síni. Gaman að heyra. Þannig að þú veist, maður svona fekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega. En þeim kannski leiði stundum í tíma hjá einhverjum gamla köllum, sko. Þannig að það var mjög gaman og núna erum við að náttúrulega vinna úr gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð. Hvar? Sem var mjög skemmtilegt. Hún byrtist í tímariti sem að heitir Minerals Biodiversity Data Journal. En það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona að kanna hérna á vesturströndinni áður en við byrjum rannsóknir og ég og samkennarinn minn urðum vari við, svona við vorum að labba úti í einhverjum dálítið miklum vindi og urðum vari við að vindurinn virðist að hafa áhrif á ákveðna hluti í þessum kóngulóarvefum og þeir eru vel kannaðir, það er aldrei, við vorum svona spáðið, hefur einhvern tíðan, nei, ég held að það var enginn skoðað þetta. Þannig að hugmyndi kviknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemyndum, gerðum rannsóknina, ég skrifaði handritið 2 dögum síðar, við sendum inn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var byrt svona mánuði eftir að hugmyndi kviknaði. Þannig að þetta var svona life science og þarna voru nemyndum með í því bara, ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn. Já, ný rannsóknarhugmynd, eða þess að rannsóknarhugmynd sem við vissu ekki til að hefði komið fram. Þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhvern tíman 10. maí og greinin var byrt 5 vikur síðar. Það bara, þú veist, ótrúlega upplifun að, þú veist, maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemyndur og sjáu bara, þú veist, stundum þarf ekkit rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita náðu mikið til þess að vita að þetta hafi ekki verið gert áður og hann að rannsókna vel og það var svona það sem mér fannst gaman en sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferð þá voru sem sagt nemyndur með fyrirlestra sín rannsóknarverkefni og maður var bara gáttaður að hvað þetta sumt að þessu var ótrúlega vel gert og spennandi að kíkja það niður. Bara að rífa krakkana upp úr bómullinni, ögra þeim, setja þau í aðstæður sem mörgum finnst vantar ekki getuna. Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana. Já, þetta er bara, þú veist, kannski er kennslan orðin svolítið gamaldags. Kannski er kennslan svolítið gamaldags. Samfélagið er að þróast. Og kannski er bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima. Kannski er það bara svolítið deykt sem stendur. Já, og við prófessorar hefum ekki breytt okkar kennsluhátti mikið síðan maður var sjálfur í skóla, sko. Og það kannski er vandamál. Það er alltaf hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir. Við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á 50 og svo, þú veist, það var ekkert svona við að vera, maður hafði miklu meiri svona áhuga á því sem maður fékk að upplifa. Ég heldur betur, já. Margt umhugsunarvert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna að skilja hann. Þakka þér fyrir, Björn. Og með þessum orðum ljúkum við Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft velt því fyrir ykkur en ekki látið verða af því. Að það er hægðarleikur að gerast bakhjarl samstöðarinnar með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is. Þar átt að finna hnapp áskrift og ef þú skrólar sérstaklega aðeins niður þá finnur þennan hnapp og þar getur þú skuldbundið þig fyrir aðeins 2.750 krónur sem eru þá teknar mánaðarlega af kreditkortinu þínu til að verða bakhjarl samstöðarinnar. Við erum eitthvað undir 2000 ef við myndum bæta við svona 2-3, jafnvel 500 áskrifendum þá gætu við verið með töluvert öflugri dagskrá. Við gætum bætt við starfsfólki. Þú myndir fá einhvers konar tillögur rétt í því að senda okkur post og segja mér langar til þess að þið skoðið þetta með því að þú sért bakhjarl samstöðarinnar. Og þetta er alltaf áhugavert business model. Það er við erum fjölmiðill sem á enga peninga.
það er ekkert auðvald á bakvið samstöðina, við erum bara einhvern veginn eins nálagt almenningi eins og getur orðið og reynum að skoða heiminn frá rótum, frá grasrótum og upp en ekki að ofan og niður eins og oft er orðið með fjölmiðla. Þannig að ef þú sér eitthvað vit í því sem við erum að gera og því langar til þess að við höldum því áfram, endilega líktu við og stydd okkur með mánaðarlegu framlagi ef þú hefur burði til. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili, verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.